Fundi framhaldið á Alþingi. Útbýtt á fundinum þingskjali 932, fjármálafyrirtæki, nefndarálit með breytingatillögu frá efnahags- og viðskiptanefnd. Þingskjali 933, innheimtulög, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 934, fjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna búsetu erlendis, fyrirspurn flutningsmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingskjali 935, breytingar á ýmsum lögum á sviði samgöngu, fjarskipta, sveitarstjórnar og byggðamála. Nefndarálit með breytingatillögu frá umhverfis- og samgöngunefnd. Þingskjali 936, tollalög, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 937 til 947, kynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherra, fyrirspurnir, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjali 948, svört atvinnustarfsemi í ferðaþjónustu, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Og þingskjölum 954 til 958, styrkir til verkefna og rekstrar á málefnasviði ráðherra, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þá verður gengið til atkvæða og tekið fyrir að níunda dagskrármálið, markaðar tekjur, stjórnarfrumvarp, 167. mál á þingskjali 241, nefndarálit á þingskjali 923 og breytingatillögur á þingskjali 924. Framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra til og með 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur til og með 14. grein eru samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 924 töluður 1 er breytingartillaga frá fjárlaganefnd við 15. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 15. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 15. grein svo breytt er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 16. til og með 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 16. til og með 19. grein eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 924 töluðu 2 er breytingartillaga frá fjárlaganefnd við 20. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 20. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 20. grein svo breytt er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 21. til og með 30. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 20. til og með 30. 21. til og með 30. grein eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 924 töluðu 3 er breytingartillaga frá fjárlaganefnd við 31. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 44 samhljóða. Er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna? Við skulum endurtaka atkvæðagreiðsluna til allt sé á hreinu og hefst hún að nýju. Við erum að greiða atkvæði breytingartillögu við 31. grein, var það ekki? 3. tölulið. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er nú samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 31. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 30. og 1. grein svo breytt er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 30. aðra til og með 40. og 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 32. til og með 45. grein eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum.
Á þingskjali 924 töluðu 4 til 6, eða töluliðir 4 til 6 breytingartillögur frá fjárlaganefnd við 47. til 48. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 47. til og með 48. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 47. til 48. grein svo breyttar eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 49. til og með 55. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 49. til 55. grein eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir á ný 10. dagskrármáli landhelgi, aðlagt belti, efnahagslögsaga og landgrunn. Frumvarp 418. mál á þingskjali 592 framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. grein samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur þá til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir á ný 11. dagskrármáli Viðlagatrygging Íslands stjórnarfrumvarp 388. mál á þingskjali 538 nefndarálit á þingskjali 928 framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Önnur og atkvæðagreiðsla stendur yfir. Kviknar ekki á peru einhvers staðar. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lokið. Önnur og 3. grein eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 928 töluliður 1 breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að 4. grein falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum og 4. grein þar með fallin brott. Þá verða greidd atkvæði 5. til og með 16. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 5. til og með 16. grein eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 928 töluliður 2 breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að á eftir 16. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum og ný grein þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði 17. til og með 20. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 17. til og með 20. grein eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir á ný 12. dagskrármálið brottfall laga lífeyrissjóð bænda stjórnarfrumvarp 424. mál á þingskjali 606 nefndarálit á þingskjali 929 framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. til og með 4. grein eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu
og er það samþykkt. Þá eru ekki fyrirhugaðar fleiri atkvæðagreiðslur í kvöld og tekið fyrir 13. dagskrármálið, tollalög, stjórnarfrumvarp, 518. mál. Á þingskjali 749, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, staðgengill fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á tollalögum nr. 88 frá árinu 2005 sem dreift hefur verið á þingskjali 749. Verði frumvarpið samþykkt hafa Íslendingar tekið markvert skref í stuðningi við vanþróustu ríki heims sem í daglegu tali eru nefnd LDC-ríkin. Með samþykktinni hafa íslensk stjórnvöld staðið við yfirlýsingar sem voru gefnar á vettvangi stofnunarinnar í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Með þeim yfirlýsingum hafa íslensk stjórnvöld tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi sem stefnir að því að stuðla að efnahagslegri farsæld og sjálfbærri þróun þeirra ríkja sem skemmst eru á veg komin í þróun. LDC-ríkin eiga það sameiginlegt að þar eru tekjur lágar og tekjuöflunarmöguleikar litlir. Þá standa ríkin frammi fyrir verulegum innviða- og skipulagsskorti. Þessi staða gerir það að verkum að ríkin eru í mörgu tilliti ósjálfbær og geta illa tekist á við umhverfis- og efnahagsáföll. LDC-ríkin njóta stuðnings frá alþjóðasamfélaginu, einkum þegar að þróunarmálum og viðskiptum kemur. Sameinuðu þjóðirnar birta lista yfir LDC-ríki en listinn er uppfærður á 3 ára fresti af Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna. Þessar mundir eru 47 ríki á listanum en líkur eru á að 2 ríki færist af listanum á næstunni. Ýmsar vörur sem eru upprunnar í LDC-ríkjum hafa notið verulegra tollfríðinda allt frá miðju ári 2001. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að þessum vörum verði fjölgað. Verði það samþykkt munu vörur sem falla undir 97% tollskrárnúmera tollskrár í viðauka 1 við tollalög alfarið undanþegnar tollum. Aðeins eru lagðir á tollar við innflutning vöru sem fellur undir tollskrárnúmer í 1. til 24. kafla tollskrár í viðauka 1 við tollalög. Undir þá kafla falla meðal annars lifandi dýr, kjöt, fiskur, mjólkurafurðir, vörur úr jurtaríkinu, unnin matvæli, matjurtir, ávextir og fleira. Þess var gætt sérstaklega við samningu frumvarpsins að vernd þeirra vara sem hvað viðkvæmastar eru í ljósi hagsmuna innlendra framleiðenda landbúnaðarvara verði ekki skert. Með frumvarpinu er jafnframt lagt til að ráðherra verði heimilað að setja með reglugerð sérstakar upprunareglur vegna vöru sem er upprunnin í LDC-ríkjum. Vaninn er að samið sé upprunareglur í fríverslunarsamningum en þar sem þau tollfríðindi sem hér ræðir verða veitt einhliða er nauðsynlegt að setja sérstakar reglur uppruna. Reglurnar verða í samræmi við efni ráðherraákvörðunar upprunareglur vegna innflutnings frá LDC-ríkjunum sem var samþykkt á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar í tengslum við svokallaðar Nairobi-viðræður í desember 2015. Reglurnar eru einnig sérstakar í þeim skilningi að með þeim er LDC-ríkjunum veitt svigrúm hvað varðar aðvinnslu vöru, uppsöfnun, kröfum upprunasannanir og framkvæmd sem önnur ríki njóta ekki. Ef tekið er mið af sögulegum innflutningi vöru sem upprunnin er í LDC-ríkjunum má ætla að áhrif samþykktar frumvarpsins verði óveruleg, hvort sem litið er til áhrifa á almannahagsmuni, á helstu hagsmunaaðila eða á stjórnsýslu ríkisins. Miðað við innflutning og álagða tolla 2015 til 2017 má ætla áhrif tillögunnar á ríkissjóð vegna lægri tolltekna verði neikvæð 3,5 milljón króna á ári. Til þess ber þó að líta að það telst óverulegt miðað við íslenskar aðstæður getur verið efni í stórmál í LDC-ríkjunum. Frumvarpið er samið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Við gerð þess var haft náið samráð við skrifstofu matvæla og landbúnaðar í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins og embætti tollstjóra. Ég legg til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að 1. umræðu lokinni. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti biðst forláts, hér hafi verið beðið andsvar. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, er það ekki? Suður. Reykjavík suður, hvað er þetta? 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. 3. varaforseti. Veitir nú andsvar. Takk kærlega. Forseti. Mér langar að þakka ráðherra fyrir að koma með þetta frumvarp hérna fram en mér langar líka að spyrja aðeins vegna þess að það er sagt hér í greinargerð á blaðsíðu 4 með leyfi forseta hæstvirts
Frumvarpinu er ætlað að hafa jákvæð áhrif í LDC-ríkjunum vegna þess hve takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir hlutdeild kynjanna í útflutningsatvinnugreinum í ríkjunum er erfitt að áætla áhrif ávinningsins á kynin. Og hér er meðal annars talað útflutning frá þessum ágætu löndum á blómum og fleiru. Og mér langar að vita hvort að fyrir hafa legið þegar þetta frumvarp var samið einhverjar upplýsingar stöðu þeirra sem vinna við þessa atvinnuvegi í þessum löndum vegna þess að mig minnir að ég hafi séð það að Danir hafi til dæmis núna mjög nýlega bannað blómainnflutning frá tilteknum Afríkuríkjum þar sem að þeir töldu sig hafa sannanir fyrir því að níðst væri á þeim sem að unnu við blómaræktunina og blómaskurðinn og aðallega konur. Og þess vegna langar mig til þess að vita hvort að ráðherra hæstvirtur hefur einhverjar upplýsingar það eða hvort að þetta hefur verið rannsakað með einhverjum hætti og kannski framhald af því hvort að möguleiki eða vilji sé til þess að ríkisstjórnin beitir sér fyrir því að aðstæður þeirra sem vinna við þennan atvinnurekstur í þessum löndum verði bættur með einhverjum hætti eða það verði tryggt að ekki sé níðst á þessu fólki og að réttindi þeirra séu með þeim hætti að við getum sætt okkur við. Þetta er mjög vænt að fá svör við þessu. Þá svarar hæstv. Starfandi fjármála- og efnahagsráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir andsvari. Já, herra forseti, þegar spurt sérstaklega upplýsingar í skýrslum eða skýrslugerð þá eru þær af mjög takmörkuðum skammti á þessum svæðum og við erum hér að leggja til breytingar sem fela í sér aðstoð við fátækustu ríki heims og það skiptir máli að við gerum það og þetta getur skipt gríðarlegu máli fyrir þessi svæði sem að hér ræðir. Varðandi það mál sem hv. þingmaður spyr sérstaklega þá svona almenna svarið við því að við auðvitað beitum okkur í mannréttindamálum. Við beitum okkur almennt þar og það skiptir máli og við gerum þær kröfur og við gerum það sem við getum til að koma þeim sjónarmiðum á framfæri að fólk vinni við mannsæmandi aðstæður og það sé sanngirni gætt í því öllu saman. En nákvæmlega hvaða gögn liggja fyrir á grunni þess sem hér mælt fyrir get ég nú ekki úttalað mig það í þessum stól en ég vænti þess að nefndin geti þá óskað eftir einhverjum frekari upplýsingum ef að nefndin telur þær skorta og ekki koma fram með nægilega skýrum hætti í greinargerð með frumvarpinu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þannig að dæmi eru það að nú er vilji til þess í þessum sal víða að við flytjum inn ódýrar landbúnaðarafurðir og til þess að í því skyni að lækka vöruverð á Íslandi þó að ódýrar landbúnaðarafurðir erlendis hafi í sjálfu sér ekkert verið ódýrar hér á Íslandi þegar komið við búðarborðið. En spurningin er náttúrulega hvaða verði erum við að kaupa þetta lága verð. Og það vill þannig til að bæði í Asíu og Evrópu vitum við dæmi þess að fólk sem er að vinna við til dæmis matvælaframleiðslu, ég nefni kjúklingaframleiðslu í Taílandi, þar er grunur að séu að vinna þrælar frá Mjanmar. Og þetta herra forseti, þetta ástand, það leitar meira sér til Evrópu vegna þess að í fréttum í fyrra sumar kom til dæmis í ljós að rúmenskar konur sem voru fluttar til Sikileyjar til þess að vinna við grænmetisuptöku voru misnotaðar kynferðislega. Og það er náttúrulega, og þegar þeir sem stóðu fyrir þessari misnotkun og notuðu þessar konur sem kynlífsþræla meðfram því að þær voru að vinna við uppskeru, voru spurðir hverju þetta sætti, þá sögðu þeir ef við varum ekki með ódýrt vinnuafl hér að störfum, þá myndum við ekki geta selt framleiðsluna okkar. Og ég spyr út af því að ég vil gjarnan út af fyrir sig að við veltum því fyrir okkur, viljum við ódýra framleiðslu á hvaða forsendum sem er? Viljum við kaupa til dæmis ódýrar landbúnaðarafurðir ef við vitum eða höfum grunum á bak við þetta lága verð
sé þrælahald, misnotkun? Viljum við það, herra forseti? Ég held ekki. Og þess vegna ítreka ég þetta við hæstv. Ráðherra að það verði kannað með óyggjandi eða eins með góðum hætti eins og hægt hvort að í þessum löndum sem hér ræðir sé hægt á einhverju slíku sem ég var að fara með hér áðan. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Starfandi fjármála- og efnahagsráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, þær vörur sem hér að ræða eru undanþegnar fríðindum teljast hvað viðkvæmastar hagsmunum innlendra framleiðenda landbúnaðarvöru, það er að segja óunnar og unnar kjötafurðir, mjólkurvörur og afskorin blóm. Vernd þeirra verður ekki skert með þessu frumvarpi. Almennt þetta mál, við erum auðvitað að taka þátt hérna í alþjóðasamstarfi og við trúum því og við þekkjum það sjálf að frjáls viðskipti hjálpa fólki í vanþróuðum ríkjum. Okkar staða væri ekki með sama hætti ef við höfum ekki frjáls viðskipti hér og aðgang að öðrum mörkuðum. En ef að hv. þingmaður þarf einhvern veginn að spyrja þingheim eða mig að því hvort að við viljum vörur sem framleiddar eru við ömurlegar aðstæður og verið er að beita konur og fólk viðbjóðslegu ofbeldi, að þá held ég að svarið því liggi beinast við og ég veit ekki hvernig ég á að svara því öðruvísi heldur en það að við auðvitað erum að mæla fyrir þessu máli hér vegna þess að þetta er partur á alþjóðasamstarfi og við trúum því að við séum hér að taka þannig þátt að það gagnist fólkinu sem þarna býr til þess að komast á betri stað í þeim löndum sem þau búa. Þess vegna erum við að leggja þetta fram. En ég nefni aftur ef að menn telja frekar upplýsingar vanta sem ekki er að finna í greinargerð að þá ætti að óska eftir þeim í nefndinni. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Á heildina litið tel ég þetta jákvætt mál, en það eru þó ýmis álitaefni sem að fróðlegt var að heyra álit hæstv. ráðherra á. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson nefndi nokkur þeirra hérna áðan, en það sem ég er að velta fyrir mér í þessu samhengi er býsna víðfeðmt og ég hefði áhuga á því ef að ráðherrann er reiðubúinn til þess að heyra þó ekki væri nema álit ráðherrans á þessum álitaefnum. Ég geri mér grein fyrir því að þá ráðherra sem er til svara fyrir málið er aðeins starfandi fjármálaráðherra, en í þeim tilvikum þar sem að hæstv. ráðherra hefur ekki svör á reiðum höndum væri þó áhugavert að heyra mat eða álit hæstv. ráðherra á álitaefnum. En fyrst að því sem ég tel jákvætt og mikilvægt við þetta mál. Vandi fátækra ríkja, þróunarríkja, stafar oft á tíðum og líklega oftast, sumir myndi eflaust segja alltaf, af því að þar er ekki til staðar starfhæfur, eðlilegur markaður. Það er að segja markaðurinn virkar ekki. Sem því menn geta ekki selt sína vörur, hafa þar af leiðandi ekki vinnu, hafa ekki tekjur og svo framvegis. Fyrir þessu eru ýmsar ástæður. Í sumum tilvikum hefur viðskiptaleg einangrun ríkja, ef svo má segja, haldið aftur af möguleikum þeirra á að þróast og byggja sig upp. Ísland reyndar vel að merkja, virðulegur forseti, er mjög opið land í viðskiptum við umheiminn. Í samanburði við það sem tíðkast víða annars staðar, meðal annars í tollabandalaginu Evrópusambandinu. Má ekki gleyma því að Evrópusambandið er tollabandalag, snýst tollamúrana sem að liggja í kringum bandalagið. Ísland stundar mun víðtækari eða leyfir, skulum við segja, frjálsari viðskipti heldur en Evrópusambandið og ég held ég með segja flest lönd í heiminum. Og það er mikilvægt fyrir lönd sem eru að ná sér á strik að hafa tækifæri til þess að selja vörur sínar, nýta auðlindir sínar og nýta starfskrafta þjóðanna sem að löndin byggja. En þetta gagnast hins vegar takmarkað nema að til staðar sé regluverk, hefð í sumum tilvikum, menning, sem að gerir almenningi í þessum löndum
kleift að njóta ávinningsins af vinnunni, af verðmætasköpuninni. Það eru reyndar dæmi um það að vestræn ríki hafi í tilburðum sínum við þróunaraðstoð jafnvel skemmt fyrir mörkuðum í þróunarlöndum. Dæmi um slíkt eru þar sem að menn hafa verið að hefja framleiðslu til dæmis matvæla fyrir heimamarkað og byggja upp landbúnað en þróaðri ríki hafa svo skellt inn á markaðinn afgangsbyrðum, ef svo má segja, úr hluta af sinni umframframleiðslu og þar með leyst vanda einhverja til skamstíma en leið rústað markaðnum og möguleikum þjóðarinnar eða þeirra sem voru að byggja upp atvinnuveginn innan ríkisins á því að halda áfram að byggja hann upp og verða, svo ég noti nú hið vinsæl orð, að sjálfbærri atvinnugrein, grein sem gæti staðið undir nauðsynlegri matvælaframleiðslu og uppbyggingu verðmætasköpunar í landinu. Þegar hins vegar er að ræða útflutning, og hér erum við að ræða það að Ísland og önnur ríki taki auknum mæli við vörum frá þessum löndum án þess að leggja á þau sérstaka tolla, þá þarf líka að huga að ástandinu innan upprunalandanna en með öðrum hætti eins og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson kom inn á hérna áðan. Og þá kem ég inn á það sem ég hef kannski sérstakan áhuga á að heyra álit ráðherrans á. Er ekki hætta á því að ef í þessum ríkjum er verið að nota almenning til þess að framleiða verðmæti við kröpp kjör, við jafnvel hættulegar aðstæður af hálfu annaðhvort spilltra stjórnvalda, glæpagengja jafnvel í ákveðnum tilvikum, eða erlendra fyrirtækja sem að koma inn í þessi lönd og á vissan hátt nýta sér fátæktina, er þá ekki hætta á því að við séum, ef við lítum ekki til þessara þátta, að ýta undir slíka starfsemi. Og ríkið þurfi ekki einu sinni að vera fátæk eða standa veikt til þess að geta lent í þessari hættu og farið illa út úr henni. Ég nefni sem dæmi Argentínu. Argentína var snemma á 20. öldinni, snemma á 19. öldinni, 20. öld ætlaði að segja, virðulegur forseti, orðin mjög þróað ríki og ríkt land með gríðarlega verðmætasköpun á ólíkum sviðum, meðal annars, ekki síst kannski í matvælaframleiðslu, en iðnríki líka. Land sem að flutti mjög mikið út og átti viðskipti við lönd allan heim. En það sem kom Argentínu í koll var að þeir seldu frá sér auðlindir landsins, framleiðsluna, til erlendra aðila. Og þegar að landið svo lenti í kröggum, þá rann allur arðurinn af því sem að menn voru að fást við í Argentínu út úr landinu. Landið gat ekki nýtt framleiðslugetuna, gat ekki nýtt auðlindirnar til þess að takast á við efnahagslegar þrengingar vegna þess að afraksturinn rann í svo ríkum mæli burt úr landinu. Og þess vegna velti því fyrir mér hvort að við þurfum ekki samhliða svona málum, svona aðgerðum, að reyna að minnsta kosti með einhverjum hætti að hlutast til það að þessir hvatar séu til þess fallnir að nýtast við það sem þeim er ætlast að nýtast við, uppbyggingu verðmætasköpunar í þeim ríkjum sem ræðir, þannig að þessi fátæku lönd geti notið þess sem að Ísland naut á sínum tíma, hafandi verið fátækt ríki, að þegar að það öðlaðist raunverulegt sjálfstæði, þá gat það varið hagsmuni sína, eins og við ræddum hér aðeins í fyrri málum, virðulegur forseti. Það gat nýtt auðlindir sínar í þágu samfélagsins og eins verðmætasköpun fólksins til þess að byggja upp samfélagið
í viðkomandi landi. Því að það er lítið gagn í því að hleypa inn vörum frá einhverju landi. Ég skal bara nefna dæmi, segjum Haítí. Flytja inn vörur frá Haítí, tollfrjálst, ef að allur ágóðinn rennur til fyrirtækja sem eru hugsanlega að nýta sér neyð landsins og ganga á lagið og hugsanlega að festa vandann í sessi. Með öðrum orðum, að draga úr möguleikunum á því að landið nái að byggja sig upp, þvert á það sem að þessu frumvarpi af greinargerð að dæma er ætlað að ná fram. Ég geri mig grein fyrir því að þetta er auðvitað mjög erfitt mál við að eiga og það er mjög flókið og stórt verkefni að ætla að byggja upp lönd sem eru lent í neikvæðri keðjuverkun fátæktar. Og stór hluti af því er auðvitað sú staðreynd að mörgum fátækustu ríkja heims, kannski flestum, svo sé óhætt að segja það, flestum fátækustu ríkja heims er stjórnað af stjórnvöldum sem að er ekki endilega alltaf að gæta heildarhagsmuna eða gæta þess að sá ávinningur sem næst nýtist við uppbyggingu samfélagsins alls. Ég ætla reyndar að hafa þann varan á, virðulegur forseti, að segja að erfitt að draga mörkin hvar slíkt er ríkjandi, en ég held við getum þó öll verið sammála að í mjög stórum hluta hinna fátækustu ríkja liggi vandinn ekki hvað síst í stjórnarfarinu. Við á Íslandi vorum það heppin, hafandi verið, eins og stundum er sagt, fátækasta ríki Evrópu fyrir ekkert svo löngu síðan. Við vorum svo heppin að búa þó að ákveðnum samfélagslegum innviðum, tiltekinni menningu, tiltekinni hefð, lýðræðishefð þar á meðal, menntahefð, sem að gerði okkur kleift að nýta til fulls, eiginlega strax frá upphafi, þau tækifæri sem að fullveldi veitt okkur. Og eins og ég gat áðan, þau tækifæri nýttum við til þess að reyna að gera sem mest úr því sem við áttum sameiginlega, þeim tækifærum sem við áttum, framleiðslugetunni í auðlindum og láta þessa verðmætasköpun að langmestu leyti nýtast við uppbyggingu samfélagsins. Enda hefur sú uppbygging verið hreint með ólíkindum og fá dæmi jafn hraða uppbyggingu, efnahagslega uppbyggingu nokkurs lands. Held ég mér svo að segja. Hér eru náttúrulegar aðstæður, náttúrufar, erfitt viðuregnar, landið er tiltölulega stórt og erfitt miðað við fólksfjölda. Við erum landfræðilega einangruð, en innviðirnir sem voru til staðar og þekkingin sem að hér var, en kannski helst af öllu, hefðin fyrir því að gera hlutina lýðræðislega og nýta læsið, nýta menntunina, nýtist okkur til þess að vinna okkur upp. Því miður vantar mikið upp á þessar forsendur í mörgum þeirra landa sem fjallað er í þessu frumvarpi, en maður veltir fyrir sér, samhliða umræðu frumvarpið, hvort að við getum, og því þetta snýst jú hvata, hvort við getum með einhverjum hætti í ríkari mæli en hér er mælst fyrir skapað hvata til þess að sú þróun sem við höfum upplifað hér á Íslandi á síðastliðinni öld geti náðst í þessum 50 löndum eða hvað þau eru nú mörg sem heyra undir þessa skilgreiningu sem að lögð er til grundvallar á vanþróustu ríkjum. Og getur verið að það þurfi þá að setja einhver skilyrði það með hvaða hætti þær vörur sem að njóta þessara fríðinda sem verður að veita, að þessar vörur sem njóta þessara fríðinda búið einhver skilyrði, eða réttara sagt að fríðindin séu skilyrt.
Það er auðvitað ekki hægt að gera kröfu um það að við kaupum einungis vöru sem bóndinn hefur framleitt sjálfur og pakkað og sent. Auðvitað þurfa fyrirtæki og fólk með reynslu og þekkingu á framleiðslu og viðskiptum að koma að til þess að þetta geti orðið raunhæft og hagkvæmt fyrir þessi lönd að flytja þetta út. En eru leiðir, og nú er ég bara að velta þessu fyrir mér af því að ég er að velta fyrir mér hvernig sé best hægt að ná markmiði þessa frumvarps, eru einhverjar leiðir til þess að í því felist hvati til þess að þær vörur sem að njóta fríðindanna, framleiðsla þeirra sé til þess fallin að stuðla að því sem að þessu máli raunverulega ætlað að ná uppbyggingu í landinu, í fátækalandinu, en ekki stuðla að því að hugsanlega stór fyrirtæki frá öðrum löndum, jafnvel glæpahópar, nýti sér þetta ákvæði til þess að láta framleiða fyrir sig vörur, jafnvel með þrælkun eins og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson nefndi áðan, og njóti svo sérstakra fríðinda við útflutning á vörum. Sér hæstv. Ráðherra einhverjar leiðir til þess? Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni kærlega fyrir þessa ræðu. Við erum auðvitað að taka hér skref í þeirri von að það að opna íslenska markað gefi þessum fátækustu þjóðum heims aukin tækifæri til að sækja fram, byggja upp innviðina, byggja upp infrastruktúrinn, koma á alvöru stjórnkerfi þar sem það vantar og svo framvegis. Og við þekkjum það ágætlega bara núna í nútímasögunni, hvernig einmitt spillt stjórnarfar og vitlaust stjórnarfar getur eyðilagt meira að segja velmegunarríki eins og til dæmis Venesúela, svo dæmi sé tekið. En við erum auðvitað að stíga hér skref. Ég held að það sé skynsamlegt og heilbrigt að einmitt að veita þessum fátækustu þjóðum aðgang á íslensku markaði, og það er miklu skynsamlegri leið heldur til dæmis að veita beina þróunaraðstoð í peningum. Við höfum ekki sérstaklega góða reynslu á því. Þetta er hins vegar miklu betri reynsla. Og ég held nefnilega að það skiptir máli fyrir okkur að átta okkur á því að forsenda þess að þessar fátæku þjóðir nái að byggja upp efnahag sinn, nái að bæta lífskjörin, er aðgangur að erlendum mörkuðum. Alveg eins og það var forsenda fyrir okkur Íslendinga að fara úr því að vera fátækasta ríki Evrópu í eitt það auðugasta í heimi, var einmitt að við vorum með tryggan aðgang að erlendum mörkuðum, ekki síst fyrir sjávarafurðir. Og ég vona að hv. þingmaður sé með sammála í þessu. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég vil taka skýrt fram að ég er hlynntur þessu máli. Ég tel æskilegt að þetta mál nái fram að ganga því að ég er sammála því mati hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar að ef að fátæk ríki eiga raunverulega að ná sér á strik og geta byggt sig upp, þá þurfa þau að hafa aðgang að mörkuðum. Við þekkjum það mjög vel á Íslandi hversu miklu máli alþjóðaviðskipti skipta. En það sem ég er að velta fyrir mér hér er hvort að það sé með einhverjum hætti hægt að búa til sterkari hvata til þess að þetta mál nái tilætluðum árangri. Og jafnvel þá einhverjar hindranir til að koma í veg fyrir að þessi lönd að þetta gefi tilefni eða tækifæri til þess að misnota þessi lönd meira en raun ber vitni, hvort sem það er af stjórnvöldum landanna sjálfra, ríkjanna sjálfra, eða af einhverjum utanaðkomandi aðilum, eða þess vegna innlendum glæpahópum eins og ég nefndi.
Það verður þó að viðurkennast að það væri býsna erfitt að vera með eftirlit með allri þeirri framleiðslu sem við ætluðum að flytja hingað til Íslands. En einhver leið, og nú ætla ég að leyfa mér þó að hv. þingmaður sé í andsvari við mig að spyrja hann, ég vona hann taki því vel, sér hann einhverja leið til þess að svona að minnsta kosti í stóru myndinni við getum haft einhverja jákvæða hvað þetta varðar og hugsanlega einhverjar hindranir til að koma í veg fyrir að jafnvel stór ríki sem að færa sig upp á skaftið kaupi upp nánast heilu löndin og noti þau sem miðstöð fyrir ódýra framleiðslu. Og þá vil ég geta það sérstaklega virðulegur forseti nei, ég verð að gera það í næsta svari. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég er sannfærður það að einhver besta leið til þess að hafa áhrif á fátæk lönd, til að hafa áhrif á stjórnarfar í fátækum löndum, sé einmitt eiga viðskipti við. Vegna þess að þar með opna samtalið. Þar með byrjum við sjálf að fylgjast með landinu vegna þess að við eigum viðskipti við það sem við áttum ekki áður. Land sem við þekktum ekki áður. Þannig að við í sjálfu sér ætti það að vera einhvers konar svona innbyggt eftirlitskerfi hjá okkur að þessu leyti. Það sem ég hef hins vegar miklu meiri áhyggjur af að þessi lönd mörg hver glíma við mikið óréttlæti frá hendi iðnríkjanna sem flytja inn til þessara landa til dæmis og sérstaklega niðurgreiddar landbúnaðarafurðir. Og þessi innflutningur í skjóli skattgreiðenda í Evrópu, vegna þess að þetta nú fyrst og fremst Evrópusambandsríkin, Frakkland þar með alveg sérstaklega, hafa í nokkrum tilfellum rústað landbúnaði þessara landa. Og ég hygg að við ættum að taka þetta samtal á alþjóðavettvangi, hvernig við í krafti auðs okkar niðurgreiðum afurðir og vörur til þessara fátækustu ríkja og eyðileggjum þar með möguleika þeirra annars vegar að framleiða vörur fyrir innanlandsmarkað og framleiða vörur til útflutnings. Er hv. þingmaður sammála mér í þessu? Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég er fullkomlega sammála og kom aðeins inn á þetta í ræðu minni hér áðan. Þessari skemmdarstarfsemi, það er ekki hægt að kalla annað, sem að felst í því þegar að umfram framleiðslu er hrúgað inn á markað, hent inn á markaðinn á undirverði til þess að bara losa sig við vörurnar. Og þetta viljum við reyndar, virðulegur forseti, forðast á Íslandi líka, að Evrópusambandið hrúgi inn umfram framleiðslu á okkar markað og eyðileggi hann. Því að þó okkur hafi gengið vel að byggja hér upp okkar verðmætasköpun og framleiðslu, þá viljum við ekki eiga það á hættu að rústa því sem byggt hefur verið upp aldir. Þetta er áhuggefni, ég tek undir það og ótrúlegt hvað Evrópusambandsríki mörg hafa gengið langt í þessum efnum og líka reyndar í sjávarútvegi þar sem að floti Evrópusambandsins hefur stundað rányrkju víða við fátæk ríki og jafnvel eyðilagt heilu fiskistofnana. Ég vil klára það sem ég ætlaði að nefna áðan að það er auðvitað eðlilegt að þessi greidd lægri laun, ég skal viðurkenna það, eðlilegt þessi greidd lægri laun í fátækari ríkjum og jafnvel nauðsynlegt til þess að framleiðslan þaðan geti verið samkeppnishæf og menn byggt sig upp. Ég nefni sem dæmi Japan sem að náði alveg ótrúlegum árangri í að byggja upp það iðn- og tækniveldi sem að landið nú er, hafandi haft samkeppnisforskot vegna lægri launa við framleiðslu í Japan framan af, en þróaði það svo yfir í aukin gæði í framleiðslunni sem að þýddi að þeir gátu smátt og smátt hækkað launin, aukið velmegun og eru nú
samkeppnishæfir við heiminn á grundvelli gæða framleiðslunnar og tækniþekkingar og framfara í iðnaði. Og þetta er auðvitað sú þróun sem við viljum sjá í fátækari ríkjum, að þau geti skref fyrir skref, smátt og smátt byggt sig upp. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti. Mig langar til að byrja á því sem mér örugglega láðist áðan að þakka hæstv. Ráðherra fyrir ágæt svör í andsvörum við hérna rétt áðan. Og nú geri ég mig grein fyrir því að hún er hér stödd sem staðgengill og ég ætla ekki að fara að misnota það á einhvern hátt með því að gusa hér upp einhverjum spurningum sem ég veit að hún hefur kannski ekki ráð á að svara svona að fljótu leyti. En það sem ég ætla að segja er það að ég er nú eiginlega ennþá við sama heygarhornið áðan að ráðherra hæstv. Sagði við erum hér í alþjóðasamstarfi, það er alveg rétt. Við erum það og við erum hérna í hópi með löndum sem hafa hundraða reynslu af nýlendukúgun, meðal annars, sem að ráða töluvert miklu í Alþjóðaviðskiptastofnuninni. Og það þarf ekkert endilega mjög vanþróað land til að hættan sé sú að menn fari inn, með góð fyrirheit, en svo mikið þekkir maður til að Alþjóðaviðskiptastofnunin er ekki skátafélag. Menn er ekki að þessu bara til þess að gera einhverjum fátækum þjóðum gott, heldur til þess að hagnast sjálfir. Og við þurfum ekki að leita mjög langt aftur vegna þess að á sínum tíma bara fyrir hálfri öld, þá voru nú fyrstu samningarnir sem þessi þjóð hér gerði raforkusamninga ekki upp á marga fiska. Þeir voru ekki mjög merkilegir. Og við erum enn að elta skottið á þeim aðilum sem hér eru með fjárfestingu til þess að tryggja það að þeir greiði hér eðlilega skatt og skyldur og við erum ekkert einu þetta. Írar eru á eftir alþjóðahringjum sem hafa hópast til Írlands og Hollands til að sleppa undan skatti. Þannig að þetta er alþjóðlegt vandamál og auðvitað eru fátæk og vanþróuð lönd þar sem stjórnkerfið er vanmáttugt og jafnvel spillt. Auðvitað eru þau í ennþá meiri hættu og ennþá undir það búin að taka á móti mönnum sem hafa, eins og ég segi, árhundraða reynslu af nýlendukúgun og áratuga reynslu af því að reka viðskipti hvar sem er í heiminum. Og þess vegna legg ég það ríka áherslu á það að það sé tryggt að réttur þessara þjóða sem við erum að fara að rétta hjálparhönd, ef við getum orðað það þannig, og auðvitað vill maður það og veit að frjáls viðskipti þau koma til með að lyfta grettistaki fyrir þessar þjóðir sem eru einangraðar núna og eiga vart málungi matar. Ég vil samt benda á, ég las það mjög nýlega að Hollendingar til dæmis, þeir setja spírur í potta, fljúga til suðrænni landa, Afríkulanda til dæmis, láta þar pottana standa út í sólinni í örfáar vikur og blómin náttúrulega þjóta upp eins og í aldingarðinu forðum. Flutt til Hollands aftur með sömu vél eða svipaðri vél, sett í sellófan og hvað höfum við? Hollenska túlípana, öskú. Gjaldgengir hvar sem er í Evrópusambandinu. Þeir eru bara, uxu bara upp í Afríku. Ekki skilur þetta nú mikið eftir. Þannig að það eru svona dæmi sem maður hræðist og eins og þessi ágætu eða ekki ágætu, heldur vondu dæmi sem ég rakti hér áðan í andsvari mínu ég fór nú aðeins að grufla í hausnum á mér og mér minnir það þetta dæmi sem ég var að tala með Danmörku í fyrra að Danir sem sagt bönnuðu innflutning á afskornum blómum frá, ég held að það hafi verið Úganda, vegna þess að þeir höfðu sem sagt vissu fyrir því að það veri farið illa með verkafólk þar á allan hátt, sérstaklega konur. Og það er þetta sem við þurfum að forðast og það er þetta sem við þurfum að hafa tryggingu fyrir að gerist ekki í okkar nafni. Að við séum ekki hluti af einhverjum samningi sem tekur til fátækustu ríkja í heimi, komum þarna eins og riddarar á hvítum hesti og að fólk eða lönd eða þjóðfélög verði misnotuð í okkar nafni. Það er alveg óþolandi. Og eftir þá sögu sem við eigum sjálf, eftir niðurlæginguna eiginlega
frá 1300 til 1900 með litlum upprófum. Við eigum að skilja þetta ef einhver á að skilja þetta. Og þó að við höfum ekki gert mikið af því að úthella blóði fyrir þetta land sem við búum í, með virðingu fyrir þeim lífum sem urðu stríðina bráð, til dæmis í seinni heimsstyrjöld, að þá höfum við ekki þurft að berjast fyrir þessu landi þumlung fyrir þumlung. Þannig, en engan síður, þá vitum við alveg hvað það er að búa undir erlendri kúgun. Og þess vegna eigum við að skilja það betur heldur en margir aðrir og taka tillit til þess meira heldur en margir aðrir að koma inn í þjóðfélag sem er vanmáttugt og vanþróað og reyna að kappkosta að það sé ekki misnotað eins og ég sagði í okkar nafni. Og svo mikið er víst, og það veit maður líka, að stórveldi eins og til dæmis Kína er núna búin að kaupa allt sem er undir jörðinni í mjög mörgum löndum Afríku. Alveg sama hvað það er. Silfur, platína, gull, eðalsteinar, allt. Og hvað gera þeir í staðinn? Jú, þeir segjast koma með þróunaraðstoð. Í hverju er hún fólkin? Jú, þeir hafa allir byggt heilar borgir í Angóla þar sem engin innfæddur getur búið. Út af því að einfaldlega að húsnæðið er of dýrt. Og hverjir búa þá þar? Jú, það eru verkamenn frá Kína sem hafa verið fluttir til landsins til þess að vinna verkefnunum sem við eru að vinna og eiga í orði kveðnu að vera til hagsbóta innfæddum og þeirra þjóðfélagi. Þannig að það er bara þetta sem ég er að leggja áherslu á, að þetta er eitthvað sem við þurfum að varast og þetta er eitthvað sem við verðum að vita og þetta er eitthvað sem að nefndin sem tekur hér við, hún verður að fara ofan í og við verðum að vita vissu okkar áður en að við undirgöngust einhver skilyrði sem við kærum okkur ekki um. Og þegar að svo er komið, eins og ég sagði hér áðan og rakti hér áðan, að jafnvel inn í Evrópu þá er verið að misnota fólk, einkum konur, sem eru fluttar frá fátækari hlutum Evrópu til þess að láta að vinna við upptöku grænmetis og eru svo misnotaðar í þokkabót. Eitt ennþá að því að hv. þingmaður Óli Björn Kárason, hann ýtti við hugmynd eða nokkru sem er í kollinum á mér og við vorum að tala um að iðnaðarþjóðir hafi fyllt markaði þróunarríkja af ódýrari vöru og rústað þar með þeirra eigin framleiðslu. Eitt sorglegasta dæmi sem ég veit um þetta er Haítí. Á Haítí var fyrir jarðskjálftann mikla fyrir nokkuð mörgum árum sjálfþurftarbúskapur þar sem menn ræktuðu hrísgrjón bókstaflega í bakgarðinum hjá sér. Auðvitað eyðilagðist þetta mikið í jarðskjálftanum. Hvað gerðist þá? Jú, Bandaríki Norður-Ameríku, útvörður hins frjálsa heims og í fararbroddi frjálsa viðskipta í heiminum, gusuðu þangað inn hrísgrjónum, niðurgreiddum, sem voru framleidd í Arkansas. Og hvað gerðist? Guð hjálpi þér, rústuðu þessari heimaframleiðslu gjörsamlega og keyptu tilvistargrundvellinum undan þessu fólki sem var nýstigið upp úr jarðskjálfta og hefur ekki náð sér á strik síðan, meðal annars út af þessu. Og þetta er eitt í viðbót sem við þurfum að kappkosta að verði ekki gert í okkar nafni, alveg eins og við þurfum að verjast í sjálf, að það sé ekki gert hér eins og framkom hér í ræðu áðan. Þannig að þó að þetta sé gott mál og sett þetta fram á góðum hug, þá þurfum við samt að hafa varan á. Við þurfum að hafa varan á vegna þess að leið og að máli eins og þessu hlýst ógæfa, þá verðum við náttúrulega sem þáttakendur í þessu máli, þá verðum við þáttakendur í þeirri ógæfu og við viljum ekki leiða ógæfu yfir annað fólk. Þannig að ég vona það að þegar að þetta ágæta mál, og ég segi, þetta mál er gott, en það þarfnast þeirrar árvekni sem ég er búin að vera að gera grein fyrir núna í ræðu minni. Við þurfum að vera alveg viss um það að við séum ekki að taka þátt í því að fara eða vera í hópi þjóða
sem að misnota þá aðstöðu sem að þetta fátækasta fólk á jörðinni er í og mér dettur líka í hug að maður hefur stundum á ferðum erlendis verið að kaupa flík sem kostar 1 pund, bómullaflík sem kostar 1 pund. Og ég verð að viðurkenna það í hvert skipti sem að ég kaupi svona flíka þá hugsaði ég með mér, hvað fékk bómullabóndinn? Og hvað fékk sá sem spann? Og hver spann? Var það barn? Eða var það eldgömul kona sem að er búin að þræla sitt líf? Og það er eins og við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því stundum hversu vel við erum sett. Kom mynd núna fyrir nokkrum árum síðan þar sem menn í Pakistan, ef maður frekar en Bangladesh, voru að lúta mottur sem eru seldar hér í verslanakeðju meðal annars á Íslandi. Og þeir stóðu upp í mitt í klór til þess að motturnar sem við kaupum verði nógu hvítar. Og því segi ég allt þetta að ég held að við séum ekki nógu varkárir neytendur þegar við erum að kaupa hvað sem er. Við horfum ekki á það hvernig varan er fengin, hverjir unnu við hana, við hvaða aðstæður. Við horfum bara á það, jú, þetta er ódýrt, þess vegna kaupum við þetta. En samviskan í sjálfu sér er engin. Og við lokum augunum fyrir því að á bakvið 1 grænmetiskíló eða 1 teból er kannski saga af misnotkun og grimmd. En okkur er slétt sama af því að þetta er ódýrt. Við látum okkur hafa og lokum augunum fyrir þessu. Þannig að í þessu máli hér, sem er vissulega gott, þá skulum við ekki misstíga okkur og við skulum ekki verða þekkt af því að fara inn í vanþróuð lönd eins og ribbaldar fyrir alda sem voru nýlendu kúgarar mann fram að manni öldum saman. Það er ekki félagsskapur sem við eigum að vera í og það er ekki aðferðir sem við eigum að beita og það er ekki aðferðir sem við eigum að undirgangast eða samþykkja. En með þessum fyrirvörum öllum að þá vona ég náttúrulega að þetta mál fái góða umfjöllun í nefndinni og vandaða og ég hvet nefndina eindregið til þess að kalla eftir öllum mögulegum upplýsingum akkúrat þessi atriði sem ég er núna búin að vera að svona tæpa á svo að við séum alveg viss, eins vissi sem við getum verið það að við séum ekki að taka þátt í einhverjum óþokkaskap gagnvart þeim meðbræðrum okkar sem eru kannski viðkvæmastir og geta síst hönd fyrir höfuð sér borið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, mig langar að lýsa sérstaklega ánægju með þetta mál. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir viðkomandi ríki. Hér erum við að tala að veita 47 fátækustu ríkjum heims aukinn markaðsaðgang með sínar framleiðsluvörur að okkar mörkuðum. Og þetta er þá í samræmi við skuldbindingar okkar gagnvart Alþjóðaviðskiptastofnuninni. Það er auðvitað ákveðin vonbrigði út af fyrir sig að við undirgengumst þá skuldbindingu með yfirlýsingu þann 3. maí árið 2000. Það er búið að taka okkur 18 ár að hósta þá upp þessu máli og hefðu vissulega getað hreyft okkur hraðar í þeim efnum. En þetta skiptir nefnilega gríðarlega miklu máli því að þegar við horfum til þessara fátækustu ríkja heims og þeirra tækifæra sem þau hafa til þess að bæta sinn hag, þá snýst það til dæmis í mörgum tilfellum fyrst og fremst framleiðslu og markaðssetningu landbúnaðarafurða. Og ríki hins vestræna heims hafa sýnt mikinn tvískinnungsátt í gegnum árin með því að veita þróunaraðstoð til ríkja sem þessara, oftar en ekki einmitt í formi niðurgreiddra jafnvel ókeypis landbúnaðarafurða sem oftar en ekki ganga séðan að matvælaframleiðslu viðkomandi lands nærri dauðri og skilja landið eftir raun og veru verr statt þegar aðstoðinni lýkur. Af því að það er búið að
í raun og veru keyra bændur viðkomandi ríkja í þrot, af því þeir geta ekki keppt við ríkidæmi niðurgreiddrar landbúnaðarafurða frá þessum ríkjum sem eru þó að segjast vera að rétta hjálparhönd. Þess vegna er auðvitað mjög mikilvægt í þróunarsamvinnu okkar að við séum að tryggja það að við séum að hjálpa til við að byggja upp atvinnuvegi í viðkomandi ríkjum, hjálpa ríkjum við til sjálfshjálpar í raun og veru í þeim efnum og leið að taka þátt í því að tryggja þeim markaðsaðgang með sínar vörur. Það er alveg rétt sem að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson kemur hér inn á að það er mörg víti til þess að varast í þessu, en það er auðvitað líka mikilvægt að hafa í huga að við erum fyrst og fremst að reyna að skapa þessum ríkjum tækifæri til þess að byggja upp sinn efnahag og ágætt fyrir okkur að hafa það í huga í þeim efnum að við sjálf einmitt byggðum okkar efnahag upp með því að fá slík tækifæri fyrir markaðsaðgang með okkar afurðir. Þess vegna held ég að við eigum að líta á þetta jákvæðum augum, þó svo vissulega þurfa að horfa til hvaða ógnir geta stafað að þessum ríkjum, en við getum auðvitað ekki stýrt þeirra heimamálum, við getum ekki stýrt því hvernig þau hátta sinni auðlindastýringu, við getum ekki stýrt því hvernig þau skilyrða sína erlendu fjárfestingu sem kann að vera að koma inn í þessar atvinnugreinar til þess að hagnýta mögulega gott markaðsaðgengi inn á stórmarkaðssvæði eins og í Evrópu. En ég held að allt sé að því eina í þeim efnum að þetta er fyrst og fremst ætlað til þess að skapa þessum sömu löndum tækifæri til efnahagslegs vaxtar og sjálfbærni þeirra fram í sækir. Það er margt sem að við höfum auðvitað sjálf lært af eigin reynslu. Það er auðvitað ágætt að hafa það í huga þegar við horfum til dæmis á auðlindanýtingu að með sama hætti og við erum að reyna að tryggja að eigandi auðlindarinnar, það er þjóðin, hafi ásættanlegt gjald fyrir nýtingu þeirra auðlindar hver svo sem er að nýta þær, hvort sem það telst vera innlendur eða erlendur aðili. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Það er þekking sem við getum miðlað til ríkja sem þessara. Við þekkjum auðvitað jákvæða reynslu okkar hins vegar af slíkri erlendri fjárfestingu inn í greinar eins og til dæmis orkugeirann okkar, þar sem okkur tókst að byrja að hagnýta orkuauðlindin okkar einmitt í krafti erlendra fjárfestingar sem færði hér inn tækniþekkingu og fjármagn til þess að geta nýtt þær sömu auðlindir. Við hefðum tæpast geta fjármagn til dæmis Búrfellsvirkjun sjálf án aðkomu slíkrar fjárfestingar og við stöndum hér fáeinum áratugum síðar uppi með mjög blómlegan orkuiðnað sem hefur vaxið í fjölmargar áttir aðrar heldur en bara þá stóriðjuna sjálfa. Fjölmörg tæknifyrirtæki til dæmis sem starfa í kringum þessar greinar. Þannig að ég held að opna fyrir markaðsaðgang eins og hér er verið að gera skiptir gríðarlega miklu máli fyrir fátæk ríki sem þessi, skapar þeim tækifæri sem þau annars geta tröðulega öðlast. Þess vegna er þetta mjög jákvætt mál og fagna því að það sé þá loksins komið fram. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni kærlega fyrir ágætisræðu. Mér leikur hugur á vita, ef hann kom inn á það þá missti ég af því atriði, en mér heyrist hann hluta til vera að ræða það, sem sagt, innflutning niðurgreiddra landbúnaðarvara frá þróuðum ríkjum inn til þessara fátæku ríkja og langaði bara að fá svona svar við svona hvernig það, hvort honum þætti eðlilegt að þróa ríki eins og til dæmis Frakkland væri að flytja inn, dömpa, ef við notum það orðalag, matvælum inn á markaði þessara efnahagslega vanþróuðu ríkja. Þannig að ef hann kom inn á þetta þá misti ég að þeim að vera áhugavert að heyra afstöðu hans til þessa. Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Nei, ég kom einmitt að því í minni stuttu ræðu að það kannski hefur verið eitt af megin vandamálum þessara ríkja og þessi tvískinnungur sem að Vesturlönd sér í lagi hafa kannski sýnt í þessum efnum, að vera að veita þróunaraðstoð innan gæsalappa með því að gefa niðurgreiddar
landbúnaðarafurðir eða selja á mjög lágu verði inn á þessa markaði og grafa undan matvælaframleiðslu heima fyrir. Það er mjög óeðlilegt og þarna er verið í raun og veru að beita aflsmunar, ef svo mætti orða, að þarna eru þá auðug ríki sem byggja afkomu sína að óverulegu leyti á framleiðslu landbúnaðarafurða að grafa undan jafnvel lykilatvinnugreinum viðkomandi ríkja með þessum hætti. Og það er þetta mjög alvarlegt og það er eins og horfir til breyttra viðhorfa í þessum efnum og þess vegna fagna ég þessu frumvarpi sérstaklega því að það er einmitt í þeim anda að snúa þessu tafli við, að opna frekar markaðsaðgang fyrir þessi ríki inn á okkar markaði með mun meiri kaupmátt og reiðubúin oft að greiða talsvert hærri verð fyrir þessar afurðir, eru þá ekki tollaðir í drep og þess vegna er svo mikilvægt að veita þennan tollfrjálsa aðgang inn á bæði okkar markað og aðra vestræna markaði til þess að skapa þessum ríkjum tækifæri til framtíðar og láta af þessu háttalagi að vera að selja verulega niðurgreidda landbúnaðarafurðir á mjög lágum verðum inn til þessari sömu ríkja eða jafnvel eins og tíðkaðist lengi vel og einhverju leyti enn að vera að veita landbúnaðarafurðir eða matvæli einn sem þróunaraðstoð til lengri tíma litið. Við eigum að byggja upp matvælaframleiðslu í löndunum en ekki nota þau sem svæði til þess að afsetja okkar niðurgreiddu afurðir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Þá vaknar hjá mér spurningin, þó að ég augljóst sé okkur öllum sem hér erum inni að Ísland er auðvitað ekki þróunarríki á pari við það sem hér er umfjallað og þessi 47 ríki sem falla undir þessa skilgreiningu samkvæmt nýjasta listanum. En þá langar maður að spyrja hv. þingmann svona sem þingmann Viðreisnar. Hann lagði fram ágætis rök fyrir því hvers vegna ætti ekki að flytja niðurgreidda vöru inn til þessara ríkja og grafa þar með undan matvælaframleiðslu á heimasvæðinu. Og þá langar mig til þess að spyrja hann, horfir þetta öðruvísi við gagnvart íslenskri landbúnaðarframleiðslu, það að flytja innan gæsalappa dömpa, niðurgreiddri evrópskri til dæmis landbúnaðarframleiðslu eða matvælaframleiðslu inn á heimamarkaðinn hér á Íslandi, horfir það öðruvísi við eingöngu vegna þess að Ísland er ekki þróunarríki, því að ég held að sé óumdeilt að svona kostnaðarstrúktúr landbúnaðarframleiðslu hér heima er allur annar heldur en svona víða í Evrópu og niðurgreiðslurnar þar eins og við þekkjum víðast hvar enn meiri heldur en hér þekkist. En þetta væri svona áhugavert innlegg í þetta þó þetta snerti þetta ekki beint tollafríðindi þessara ríkja sem falla undir þessa least developed countries skilgreiningu. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, svarar andsvari síðara sinni. Frú forseti, já, það horfir auðvitað talsvert öðruvísi við bara af þeirri grundvallar ástæðu að við erum annars vegar að tala ríki, þessi fátækustu ríki sem byggja kannski þorra sinna landsframleiðslu upp á matvælaframleiðslu meðan að okkar matvælaframleiðsla eða landbúnaður sem slíkur er talinn kannski í einhverjum par prósentum af landsframleiðslu. Þannig að þó svo að landbúnaður sé mikilvægur hér á landi og er ekkert gert lítið úr mikilvægi landbúnaðar og ekki hvað síst einmitt fyrir byggðaþróun og við viljum einmitt styðja við og efla landbúnað, þá er staða okkar allt önnur til þess að takast á við slíkan innflutning sem oftast er nú einmitt á grundvelli gagnkvæmra samninga þar sem við erum að reyna þó að tryggja á móti okkar landbúnaði eða sjávarútvegi markaðsaðgang á sem hagstæðustum kjörum inn á erlenda markaði á móti. Þannig að við erum auðvitað í alþjóðasamstarfi í þessu samhengi sjálfviljug til þeirra samninga að opna fyrir markaðsaðgang hingað á móti markaðsaðgengi okkar afurða á erlenda markaði. Þannig að mér finnst vera alveg grundvallar munur
á stöðu okkar á móti þá þessum fátækustu ríkjum sem byggja bara lífsviðurværi sitt að þorra til á þessari landbúnaðar framleiðslu sinni. Þannig að já, ég tel þarna verulega muna. Næstur tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Þakka ráðherra fyrir ágæta yfirferð hér í upphafi í framsögu sinni og fyrst að það komi hérna fram að ég held að þetta sé besta mál og það sé margt gott sem geti áunnist með frjálsum viðskiptum og þetta er auðvitað á endanum eina raunverulega leið þessara vanþróuðu ríkja til að komast út úr þeirri örbirgð sem að þær búa við. En það sem mig langaði nú kannski svona að koma inn á hérna og vekja athygli á er að núna eru á þessum lista Least Developed Countries, sem sagt LDC eins og þessi hópur þjóða er kölluð í greinargerð með frumvarpi þessu, eru 47 þjóðir. Ísland gerðist aðili að þessu árið 2000, í maí árið 2000 ef ég man rétt, og það sem kannski vekur mestar áhyggjur hjá mér er að á þessum tíma er ekki nema 5 þjóðir sem hafa komist út úr undan þessari skilgreiningu að falla undir þessar sem sagt 3 skilgreiningar fátæktar eða efnahagslegrar stöðu sem þarf að falla undir til að eru það 6. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson leiðrétti mig hér. Eins og einhver sagði, ég hefði átt að googla betur. En já, 6 skilgreiningar til að falla undir innan þessa ramma. Og það að á 18 árum séu 47 þjóðir enn á þessum lista og ekki nema 5, þó að það beri þó að meta það að 5 þjóðir eru þó 5 þjóðir. Það er nú vill hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson leiðrétta mig aftur og segja það séu 6 þjóðir. Nú held ég að hann sé farinn að stríða mér. En það er engu að síður þannig að það gengur býsna hægt og það með þessu áframhaldi þá verðum við ekki, þá mun það taka okkur einhvert árhundrað að lyfta þessum þjóðum úr þessari örbirgð sem þær búa við. Og á meðan vegna stjórnarfars og annars heimatilbúins vanda þá gætu nýjar þjóðir verið að koma þarna inn. Og ég held að það væri áhugavert að fara í gegnum það og þá á grundvelli þessara þróunar aðstoðar nálgunarinnar að velta því fyrir sér hvort að ekki er hægt að finna leiðir sem að styðja annaðhvort við þessi auknu frjálsu viðskipti eða með einhverjum öðrum hætti hjálpa þessum þjóðum út úr þessu örbirgðarástandi og gera þær í framhaldinu að bara betri kúnna í alheimsviðskiptunum og stöðu og lífskjör íbúa þessara þjóða þá betri í framhaldinu. Það er þannig að það er ótrúlega stutt síðan að Ísland hefði eflaust uppfyllt einhver ef ekki öll þessara skilyrða. Án þess að ég þekki skilyrðin í díteil þá eins og við þekkjum sem hér erum var Ísland með fátækari þjóðum Evrópu, meðal fátækari þjóða Evrópu ef ekki svo fátækasta fyrir ekki mjög löngu síðan. Þannig að það sýnir það að með skynsamlegu stjórnarfari og með opnum alþjóðlegum viðskiptum þá eiga fátækar þjóðir möguleika á því að koma sér út úr þeirri stöðu sem að þær áður finna sig í eða núna í tilfelli þessara 47 þjóða. Það eru vissulega er þessi samningur og innleiðing hans eða þessi ákvörðun jákvætt skref í þessa átt. En ég vil svona eins og ég segi beina þeirri spurningu til ráðherra
hvort að fleiri, hvort að fleira hafi komið til skoðunar í þessu samhengi, þó að þessi samningur liggi fyrir eins og hann er, þá gef ég mér að þessi einhverjar hliðaraðgerðir fleiri sem verið er að horfa á í þessu samhengi, því að það er má öllum ljóst vera að það að ná 6 þjóðum út af þessum lista á 18 ára tímabili það er hægur gangur því miður og það má mikið vera ef að þjóðir eins og til dæmis fyrrverandi mektarþjóðir eins og Venesúela sem var efnahagslega sterk þjóð, sterkt land fyrir ekki löngu síðan, er nú komin í kjölfar heimatilbúinna vandræða vegna stjórnarfars komið á hálfgerða vonarvöl og því miður búin að vera einstefna þar alllangt skeið og fleiri væri hægt að nefna þar sem að háttalagið er þannig að drjúgar líkur eru á að viðkomandi þjóðir uppfylli þessi viðmið eða verði undir þeim og komið þar með nýjar inn á þennan lista. En það er mikið til þess vinnandi að fækka þessum þjóðum og reyna að fækka þeim tiltölulega hratt og ég held að við hér á þingi ættum að líta til þeirra ráða sem að líkleg eru til að virka, því að það eru auðvitað svona plástrar til heimabrúks, þeir hjálpa ósköp lítið gagnvart raunverulegum vandamálum á þessum fjarsvæðum og ég held að við þurfum að fara einbeita okkur að því að svona greina vandamálin og jafnvel líta þannig á að eins og er gert í þessu tilviki með þessari rýmkun á tollasamningum að aðstoða frekar á fjarsvæðinu, á heimasvæðinu, aðstoða fólk og eftir atvikum þjóðir eða samfélög til þess að færast til betri vegar heima hjá sér í stað þess að vera með stuðninginn fókuseraðan hér, ef svo má segja, á nærsvæðið Ísland. En ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri í bili en vil bara ítreka það sem ég sagði hér áðan að þetta er gott skref en ég held að við ættum ásamt fleiri velmegandi þjóðum að horfa til þess hver hin raunverulegu vandamál eru á þessum svæðum og hjá þessum þjóðum. Ef að vandamálið er heimatilbúið og ekkert í því gert, þá er því miður mikill vindmylluslagur framundan gagnvart hverri þjóð sem þannig er fyrir komið en við þurfum að greina vandamálið og takast á við það með lausnum sem eru raunverulega tilbúnar, líklegar til þess að ná árangri og skila árangri, ekki bara til að okkur líði vel með það, heldur til að þegnum þessar ágætu þjóða vegni betur. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, veitir andsvar. Já, hæstv. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir þessa ræðu og ég hef verið að hlusta á ræður annarra þingmanna á undan og eins framsögu ráðherrans sem ég þakka fyrir. Ég er nú bara að átta mig á því út af hvað þetta gengur allt saman, þetta frumvarp, og er frekar blautur á bak við eyrun í þeim efnum, en þetta er mjög áhugavert að hlusta á þetta og þetta svona, já, vekur hlýju í brjósti að kynna sér þetta. Ég heyrði það í andsvörum hérna áðan hjá þingmönnum sem var á undan í ræðum og í andsvörum að voru að velta fyrir sér hvað Ísland gæti gert
í þessum málum því að eins og fram kom í ræðu þingmannsins að þá hefur á síðustu 18 árum aðeins einungis 6 þjóðir komist út úr þessari skammstöfun LCD. Já, mig langar að spyrja þingmanninn, hvaða hefur hann ykkur ráð undir hverju með það að hvað Íslandi þetta gert? Ég heyrði það sagt áðan að við getum bara boðið þessum ríkjum bein viðskipti eða eitthvað slíkt og sett okkur í samband við þau. Það væri þá skref í rétt átt. Hefur þingmaðurinn einhverja skoðun á þessari spurningu eða svar við því? Andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég held að svona leiðirnar sem nærtækastar eru séu í rauninni aukin alþjóðaviðskipti, aukin viðskipti við þessar þjóðir, aukin útflutningur þessara þjóða, en kannski að miklu leyti líka það að styðja við svona innri uppbyggingu, ef svo má segja, því að það nú þannig að í mörgum þessara þjóða þá stjórnarfar býsna brogað og það þannig að ef við tökum til dæmis bara svo eitt ríki á þessum lista sé nefnt, þá það Sierra Leone sem nú því miður þannig fyrir komið og hefur verið lengi að ástandið mjög slæmt stjórnarfarslega og maður alltaf hræddur við það að fjármunir sem renni til slíkra ríkja, þeir að miklu leyti endi í vösum og hirslum illa innréttaðra manna eða afla og ég held að það sem líklegast til þess að styðja við þróun þessara ríkja eins og ég segi, meiri frjáls viðskipti, meiri uppfræðsla og þekking með hvaða hætti sem hægt væri að koma því við. Nú á ég ekki svarið við þeirri spurningu, en svarið sem alveg ljóst að tiltækt og leið sem fær og meðal annars verið að undirbyggja með þessari ákvörðun sem þetta frumvarp fjallar eru aukin viðskipti. Og ég held að það sé það sem fremst í röðinni, en síðan þurfum við að styðja við það annaðhvort sjálf eða í því alþjóðastarfi sem við erum að innviðirnir styrkist á heimasvæðunum. Þá andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta svar. Af því að þingmaðurinn nefndi Sierra Leone, þá erum við nú með einhverjir fyrirtæki og aðilar með svona, hvað maður segja, hjálparstarfsemi í því landi, en það heyrir kannski ekki undir bein viðskipti, en samt sem áður erum við þar að rétta hjálparhönd. Það sem ég hjó eftir líka í ræðu áðan, að við erum líka að vera á varðbergi sjálf, Íslendingar, gagnvart því að í sambandi við bara okkar matvælaframleiðslu eins og með landbúnað að passa upp á að eins og við höfum gert að vernda landbúnaðarafurðir, og ef við myndum opna frjáls viðskipti með það, þá getur verið hætt á því að við færum að fá yfir okkur ódýrar vörur, ódýr matvæli inn í landið sem væru ekki góð til manneldis. Sér þingmaðurinn einhverja hættu á slíku? Þurfum við að passa okkur hér alveg eins og önnur lönd sem heyra undir þessi, hvað maður segja, vanþróuðu lönd, falla ekki í gömlu grifin aftur? Þá
Svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir andsvarið, seinna andsvar hans. Auðvitað þurfum við að hafa þetta mjög alvarlega í huga, þó að það sé auðvitað á öðrum forsendum heldur en hjá þeim ríkjum sem nú er fjallað um. Þá erum við auðvitað með landbúnaðarframleiðslu hér heima á Íslandi og matvælaframleiðslu sem er ein sú hreinasta í heimi og það er staða sem er ekki víst að við náum til baka ef við glöturum henni frá okkur. Þannig að bæði er það á grundvelli heilbrigðissjónarmiða og síðan held ég að það sé nú bara hluti af því að halda landi í byggð að styðja við innlenda matvælaframleiðslu og landbúnað henni tengdri. Við sjáum þetta gert alls staðar í kringum okkur. Það er sama hvort litið er vestur haf til Bandaríkjanna eða til Evrópu. Þar er stuðningur við landbúnað víðast hvar meiri heldur en hann er hér, þrátt fyrir mun erfiðari ræktunarskilyrði á löngum köflum hér heldur en víða erlendis í þessum samanburðarlöndum okkar. Ég held að það sem hefur verið að gerast í þessum vanþróuðu löndum og þar sem þróaða þjóðir hafa verið að dömpa, ég hef nú ekki losa sig við umfram framleiðslu á lágum verðum. Ég held að þetta sé svona eitt af stærstu vandamálunum sem við er að glíma á heimamörkuðum þessara þjóða, þar sem innlendur landbúnaður nær ekki að komast upp fyrir þessi mörk sem nauðsynleg eru til að fara að starfa með forsvaranlegum hætti, einfaldlega vegna þess að það koma inn stundum á forsendum þróunaraðstoðar stórar matarsendingar sem enginn getur keppt við í verðum á heimamarkaðnum og valda þess vegna skaða á honum sem er í raun illbætanlegur. Forseti hvetur þingmann til að hafa það í huga að íslenska er hér opinbert mál. Næstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Ég verð að viðurkenna að ég heyrði ekki alveg blá byrjunina á henni en reyndi að hlýða á restina og var svona lengst af ekki alveg viss það hvort að hv. þingmaður væri hlynntur málinu eða ekki. Það til í lokina þegar hv. þingmaður sagði að hann teldi þetta gott skref. Og mér langaði til þess að heyra þess meira frá hv. þingmanni hvernig hann sæi svona einhliða niðurfellingar á tollum almennt. Hér erum við að tala um 47 ríki, við erum að tala um 97% af tollflokkunum, minnum við það heiti, og að gera þetta einhliða. Ég er sjálfur ekki betur gerður en það að ég er hlynntur því að fella niður alla tolla. Mér finnst tollar vera ógeðslegir persónulega og finnst sjálfsagt að gera það einhliða. En hins vegar er ég með síðan skoðun á öðru máli sem er hérna til umræðu á eftir, ef tími leyfir, sem er fríverslunarsamningur við Filippseyjar. Eitthvað mál sem ég er alfarið á móti og er reyndar greitt atkvæði gegn ég kæmi einu sinni á dagskrá. Ástæðan verandi sú að þar er vitvirtur fjöldamorðingi og brjálæðingur Rodrigo Duterte við völd sem er ekki einhver sem ég kæri að gera neina samninga við, nýja ríki sem hann stýrir. En nú eru hér 47 lönd sem ræðir og stjórnmálaástandi í þeim mörgum mjög slæmt eins og hv. þingmaður fór yfir. Sér hv. þingmaður mun á því hvort fyrsta lagi langar mig að heyra bara vangaveltur hv. þingmanns í kringum þessi atriði og annars vegar hvort hv. þingmaður sjái mun á því að fella niður tolla einhliða eins og hér er lagt upp með eða að gera fríverslunarsamninga eins og er lagt upp í öðrum tilfellum eins og gagnvart vitfirringnum Duterte. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarsinni fyrir andsvarið. Fyrsta spurningunni er hvort ég sé hlynntur einhliða niðurfellingu tolla.
kannski svo ég byrji á fyrstu spurningunni, að því þú mistir af upphafi ræðu minnar, þá lá það alveg fyrir að ég væri fylgjandi þessu máli og ánægður með að það væri hér á dagskrá og fengi vonandi afgreiðslu. En varðandi það hvort að ég sé fylgjandi einhliða niðurfellingu tolla, þá held ég að ég geti sagt svona til mikillar einföldunar og verið að hafa svona hefðbundna fyrirvara á því að ég held að því minni tollar sem eru í heimsviðskiptum almennt, því betra. Með þeirri undantekningu þó að ég tel að við eigum að vernda innlenda matvælaframleiðslu með sérstökum tollareglum, svo það sé sagt. En í meginatriðum öðrum þá eigum við að leita sér það að hafa tolla sem fæsta og þar sem þeir eru á annað borð sem lægsta, en auðvitað þarf þetta að gerast á milli þróaðra ríkja, þarf þetta að gerast þannig að þetta sé að virka í báðar áttir. Ég hef ákveðin, ekki bara ákveðin, ég tel að það sé verjandi að gera þetta með þessum hætti gagnvart vanþróuðum ríkjum eins og þessum efnahagslega og þess vegna styð ég þetta. En já, ég held að ég sé búinn að hv. þingmaður minni mig á ef ég gleymdi einhverju atriðinu, en þetta er svona megin sjónarmiðin. Þá veitir hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, andsvaraður sinni. Já, virðulegi forseti, ég er nú kannski bara aðeins að þjófstarta minni eigin ræðu sem ég ætla að halda hérna eftir augnabliki þetta efnið. Þannig kannski þarf ekki að spyrja hv. þingmann mikið um það, en seinni spurningin varðaði sem sé munin á því að gera fríverslunarsamning við ríki annars vegar og hins vegar að fella niður tolla einhliða. Mér þykir svar hv. þingmanns áhugavert og sömuleiðis þessi sjónarmið í kringum svona verndartolla. Mig langar þá að spyrja hv. þingmann hvort hann geti upplýst fávísan mann eins og mig. Hvers vegna ætti matur að vera, hvers vegna ætti það að vera eitthvað betra fyrir mat að vera framleiddur undir skjóli verndartolla heldur en aðra vöru og þjónustu? Ef við myndum taka burt alla verndartolla af matvörum hér, þá væntanlega myndi framboð á mat aukast heldur mikið. Ég geri ráð fyrir því. Það er nú eina sem dettur í hug, og hv. þingmaður má gjarnan fræða mig hér, að ástæðan fyrir því að við viljum verja sérstaklega matvælaframleiðslu hér er til þess að halda uppi matvælaöryggi, sem í dag mér skilst að sé í kringum 50%. Hef ég eftir ágætum hv. þingmanni Framsóknarflokksins á sínum tíma frá þar síðasta kjörtímabili. Er ekki hægt að ná þeim markmiðum með því einfaldlega ríkisstyrkja framleiðsluna og þá taka burt tollana hvort sem er? Er þörf á því að hafa tollvernd til þess að tryggja innlenda framleiðslu á matvælum? Eða einhverjar aðrar forsendur heldur matvælaöryggi sem hv. þingmaður lítur til þegar hann nefnir matvæli sérstaklega undanskildu það annars góða prinsipp sem ég er að öðru leyti sammála, að tollar séu eðli sínu slæmir og eigi almennt ekki að vera. Ég er þeirrar skoðunar sjálfur að tollar eigi í raun og veru ekkert að nota nema í einhvers konar refsingaskyni eða sem hluta einhvers konar óvild, eins og til dæmis gagnvart Litfyrirtækinu Duterte. Ég get alveg tekið það í mál. Ég er ekkert viss um að það sé góð hugmynd að setja sérstaklega tolla gagnvart slíkum aðilum, en ég sé þá sem ég eðli sínu slæma og ég átta mig ekki alveg á því, verandi borgarbarn og vitleysingur eins og ég er, hvers vegna við notum ekki bara ríkisstyrkjum ekki bara þá framleiðslu sem við viljum hafa hérna innanlands til þess að tryggja matvælaöryggi og sleppum tollum. Getum við ekki gert það? Svar andsvari síðar sinni, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir andsvarið og spurningarnar. Fyrst að þessu hvort að ég telji að svona aðgerðir eiga sér stað sem einhliða aðgerð eða tvíhliða tollasamningur, þá held ég að komið inn á það hérna í fyrra andsvari mínu að ég tel að meginreglan þurfa að vera tvíhliða samningar þar sem leitast er við að það sé gagnkvæmni í þeim, en í varðandi þjóðir eins og þessar þá sé þetta réttlætanlegt og í rauninni skynsamlegt og sanngjarnt og með einum öðrum hætti mennst að styðja við alþjóðaviðskipti þessara þjóða með til að mynda þessum hætti. Síðan aftur að landbúnaðarvörunum. Meginrökin fyrir tollum
innflutningstollum á landbúnaðarvörur í mínum huga eru matvælaöryggið og þá fyrst og fremst í skilningi hreinleika íslenskra framleiðsluvara. Það eru svo sem þekkt fyrir þá sem hafa sér kynnt að íslensk matvælaframleiðsla er sem betur fer notast við mjög lítið af til að mynda sýklavörnum og öðrum slíkum varnarefnum sem eru mjög mikið notuð víða erlendis og það er sem sagt það atriði er alltaf fremst í röðinni, bara svo það sé sagt skýrt. En síðan held ég að sé markmiðið í sjálfum sér að styðja við það að íslenskur landbúnaður geti vaxið og dafnað og lifa góðu lífi, því að það er bara hluti af því að halda landinu í byggð, það er hluti af því að bara túristarnir sem hingað koma upplifi það að hér sé búsældarlegt og gott að vera og sem eykur líkurnar á því að fólk ferðist hina dreifðu byggðir. Þannig að rökin eru margvísleg hvað þetta varðar en fyrst og fremst snúa þau að hreinleika íslenskrar matvælaframleiðslu. Næstur tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, maður er alltaf heppinn þegar maður kemur beint á eftir þeim sem maður er að spyrja spurninga, þá getur maður haldið áfram með það sem maður var að tala um. Það er mjög heppilegt. En mér langar að koma hérna aðeins upp og tala um þetta mál fyrst í samhengi við annað mál sem er hérna síðar á dagskrá sem er þingsályktunartillaga fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja. Og ég veit að það er annað mál, mér sýnist nú reyndar ekki líklegt að við komumst í það í kvöld því miður, en ég verð að nefna það í samhengi þetta sem mér finnst að skipta máli. Það er samhengi hérna á milli. Og samhengi er þetta. Í því máli sem við erum að fjalla hérna, þá er verið að tala einhliða niðurfellingu tolla gagnvart 47 ríkjum sem eru kölluð svokölluð least developed countries eða kannski forseti hjálp mér með þýðinguna á þessu, ég hreinlega man hann ekki, en sem sé minnst þróuðu ríkin, 47. Þarna eru ríki eins og Sierra Leone, Afganistan og fleiri, allnokkur lönd og þokkalur meirihluti þeirra í hinni ágætu heimsálfu Afríku. Þar er stjórnmálaástandið alls konar og sums staðar er það skárra en maður heldur og sums staðar er það verra en maður veit af. En ég er þeirrar skoðunar að tollar eins og þeir sem við erum með hérna á Íslandi séu í eðli sínu slæmir, óháð því hvort að löndin sem eru þarna séu óháð því í raun og veru hvernig stjórnmálaástandið er þar, þó með þeim fyrirvara að ég skil að maður ætla að nota tollkerfi sem einhvers konar óvild gagnvart öðru ríki og líta þá svolítið svona eins og kannski auðvitað ekki að sjálfsögðu ekki jafn langt gengið og viðskiptabann, en það að taka toll af einhverju finnst mér einhvern veginn bara ekki vera réttmætt í eðli sínu. Ég skil tekjuskatt og er hlynntur honum, ég skil virðisaukaskatt og er hlynntur honum, gæti alveg gagnrýnt bæði kerfin út frá einhver svona kerfislegum sjónarmiðum út frá áhrifum sem það hefur á hagkerfið, en mér finnst hvort tveggja siðferðislega í lagi. Mér finnst ekkert siðferðislega rangt við það að innheimta tekjuskatt, mér finnst ekkert siðferðislega rangt við það að innheimta virðisaukaskatt. Mér finnst það hins vegar siðferðislega vafasamt að taka tolla. Og mér finnst það líka að valda svona hálf kjánalegu vandræðum sem að ég hef tekið eftir í samræðum mínum við fólk sem reynir að gera hluti hér og byrjar mjög smátt og það þarf að kaupa hluti erlendis frá og lendir þá í því að það þarf að borga himinháa tolla fyrir það og tollun er bara fyrir það að mega að vera með vöruna hérna. Hún má vera til, maður má með þess að eiga hana bara svo lengi sem hún er annars staðar. Þessa pælingu er mér almennt illa við, hvort sem hún varðar fólk eða upplýsingar eða hluti. En eins og ég segi, ég meina að við erum samt sem áður með landamæri af illri nauðsyn og við erum með alls konar takmarkanir líka á upplýsingum af illri nauðsyn og kannski þurfum við á og til tolla af illri nauðsyn. En eins og ég segi, í eðli sínu þykja mér þeir slæmir og mér finnst þurfa mjög góðar réttlætingar fyrir því að hafa þá yfir höfuð. Þannig að ég er sjálfkrafa hlynntur þessu máli. Og þótt að næði yfir öll lönd heimsins, þá væri ég hlynntur þessu máli. Með fyrirvörum flækju sem kæmi í gegnum EES-samninginn og fleiri slíka samningar. Fleiri aðra samningar sem við erum með. Og auðvitað því gefnu það kæmi ekki upp einhver flækjuatriði sem oft kom upp þegar maður er með svona háleitar hugsjónir yfir heilan heiminn.
Við þeim svo sem að búast. Ég segi þetta allt með fyrirvara slíkar flækjur. Hins vegar málið sem við erum að fara að ræða hérna vonandi á eftir. Það ekki að ræða það eitthvað einhliða niðurfellingu á tollum hjá Íslandi, heldur fríverslunarsamning við Filippseyjar. Það margt gott hægt að segja Filippseyjar, sér í lagi filippseysku þjóðina. En filippseyska þjóðin hefur núna yfir sér algjörlega sturlaðan brjálæðing, fjöldamorðingja. Ég er að reyna að finna fúkirði sem að duga en má samt segja í pontu. Sem heitir Rodrigo Duterte. Og það að gera við það ríki fríverslunarsamning núna, það felur í sér fullyrðingar sem að mér finnst ekki mögulegt, einfaldlega ekki mögulegt að styðja. Og þar kemur til dæmis fram eins og hérna í þeirri þingsályktunartillögu, ég biðst forláts á því að vera að ræða hérna 2 mál í einum, þetta bara þau eru skyld, að það kemur fram hérna að í samningnum þá sé áréttuð sú skuldbinding ríkjanna beggja, eða EFTA-ríkjanna og Filippseyja, að styðja við lýðræði, réttarreglur, mannréttindi og mannfrelsi í samræmi við skyldur sínar á þjóðarétti, meðal annars eins og fram kemur í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Það vill nú svo furðulega til, virðulegi forseti, að Duterte hefur nú bara hótað því að fara úr Sameinuðu þjóðanna og hefur vissulega ekki kallað eftir mannréttindabrotum, heldur sterkt sig af þeim og lofað því að náða menn fyrir morð og náða sjálfan sig í leiðinni. Það engin takmörk fyrir vitfirringunni sem hefur liðist hjá þessum vitferta brjálæðingi. Þá finnst mér ekkert í lagi að fara að gera einhverja samninga við slíka aðila sér lagi með svona orðalagi. Það bara móðgun alla aðra samninga sem innihalda sambærilegar klausur og eiga að þýða eitthvað. Fyrir utan það að ég hef enga trú á því að Filippseyjar með þessum yfirvöld Filippseyja muni virða þennan samning út frá því sem það nú stendur. Það liggur fyrir að þau gera það ekki, það liggur fyrir. Það er ekki einu sinni kenning eða tilgáta, það bara yfirvöld þarna opinberlega stæra sig af því að ætla að brjóta í bága við þessi góðu gildi sem annars þarna að finna. Það nú ekki við svo sem þau að sakast sem að undirrituðu þennan samning á sínum tíma, en það var 28. apríl 2016, eitthvað sem ég hef aldrei mótmælt þá, en síðan gerist það seinna meir 30. júní 2016 að Duterte komst til valda, þannig að ég skil mæta vel að þetta hafi átt sér stað og samningurinn eðli sínu jákvæður en gott fyrirbæri. Svo breytast aðstæður og stundum kemst morðóður brjálæðingur til valda eins og Duterte, þá bara verður maður að hætta við. Það mín afstaða. Sumir gætu sagt þetta mál sem við erum að ræða hér og það mál, að það væri samt sem áður alltaf jákvætt að hafa fríverslun, að hafa enga tolla til þess að hjálpa til við ástandið á svæðinu sem maður er að tala um. Þetta kom mjög mikið fram í umræðinu samning okkar, fríverslunarsamning við Kína á sínum tíma og var svona mátulega heitt það mál hér á þingi og það kannski sýnir best hversu margslungin svona fríverslunarsamningamál geta verið, því það ekki alveg sömu forsendur kannski gagnvart Filippseyjum og voru gagnvart Kína. Áhyggjur mínar af fríverslunarsamningu gagnvart Kína var sá að stærðarmunur þessara tveggja þjóða var svo geigvænlegur að við gætum aldrei haft einhver áhrif til bóta á mannréttindi í Kína. Ísland fær aldrei að segja við Kína, hei, nú þurfum þið að taka upp smá meira tjáningarfrelsi eða eitthvað svona, annars hættir Ísland að versla við ykkur. Það væri bara hlegið að okkur eða væri tekið eftir yfir höfuð, sem ég efast reyndar, vegna svakalegs stærðarmunar á þessum þjóðum. Það ekki alveg sama að segja Filippseyjar. Það ekki þvílík þjóð þvílíkt stórríki að munurinn á stærðunum sé svo svakalegur. En ég held hins vegar ekki, ég skal bara fullyrða það og bara vísa í orð Dutertes sjálfs, að við erum ekki að fara að gera neitt með þessum fríverslunarsamningi til þess að bæta ástandið í Filippseyjum, ekki nokkurn skapaðan hlut. Einstaklingur sem að ræður yfir landi og stærir sig af því að kalla eftir fjöldamorðum og ætla að náða þá sem að stunda þau, er ekkert að fara að fá símtal frá Íslendingum og hugsa með sér, kannski ætti að hugsa mér gang, kannski ætti að hætta að kalla eftir fjöldamorðum. Það ekki að fara að gerast.
Þannig að ég held ekki að þau rök haldi vatni gagnvart þessu. Aftur yfir í þetta mál, einhliða tollaniðurfellingar gagnvart þessum 47 ríkjum sem eru auðvitað með alls konar stjórnarfar. Sums staðar, eins og ég segi, verri en maður heldur, verri en maður veit af, sums staðar skárra en maður myndi halda. Það er ekki neitt sérstakur liður í því að ætla að hafa áhrif á stjórnmála ástand þar. Ég sé það miklu frekar, það mál sem við erum að ræða hér, sem spurningum það hvort við ætlum að hjálpa hinum almenna borgara á þessum svæðum til að koma sér upp úr fátækt og nýta sín tækifæri til þess að eiga stærra verslunarsvæði. Ég líti á það öðruvísi vegna þess að í því að fella niður tolla, þá sé ég það ekki sem handaband, eins og maður gerir þegar maður býður fríverslunarsamning. Þá er það handaband sem byggir á ákveðnum grundvelli sem að aðilar tveir eða fleiri koma sér saman einhver sameiginleg skilyrði. Það er eitthvað sem við gætum ekkert endilega gert við öll þessi 47 ríki ef markmiðið væri að reyna að bæta stjórnmálaástandið þar. En með því að fella niður tolla einhliða, eins og ég segi, gagnvart eins mörgum og við getum og þorum og viljum, þá lítið svo á að það myndi hjálpa almenningi í þessum löndum og reyndar að þá er ekkert viss að yfirvöld þar myndi endilega einu sinni taka eftir því. Ég held að það hefði engin áhrif á það. Ég held þess vegna að þetta mál sé til bóta á meðan fríverslunarsamningar að mínu mati geti verið með öðrum orðum. Ég tel þetta mál vera til bóta þótt ég teli fríverslunarsamninga ekki alltaf vera það. Það er annað eðli á bakvið þessar tvær aðgerðir sem að ég gerir mikinn greinarmun úr. Einu sinni þá var ég að ræða við spakan mann um þessi mál og hann sagði við mig einhvern tímann maður ætti ekki að senda peninga til fátækra Afríkuríkja. Og ég hneykslaðist nú pínlítið á þessu, fannst þetta frekar grimmt á honum og hann sagði maður á að kaupa hluti á fátækum Afríkuríkjum. Ég veit nú ekki alveg hvort að heimsmynd mín sé það einföld að þetta virki einfaldlega þannig, en mér finnst samt eftir einhver íhugun vera mjög mikilvægur punkturinn í þessu, sem sá að efnahagslegt sjálfstæði eða möguleika einstaklinga til þess að geta vaxið og blómstrað og fengið að njóta ávaxta erfiði síns stendur og fellur með því að það sé hægt að versla með fyrirbærið. Nema það sé sjálfsþurftarbúskapur eða eitthvað þýðumlíkt og allt gott að blessa með það, en það verður þá ekki þróað hagkerfi. Þróuð hagkerfi þurfa verslun. Það er eina leiðin til þess að búa til almennilega sérhæfingu og sérhæfing er eina leiðin til þess að búa til þróuð hagkerfi. Alla eftir því sem ég best veit og eftir því sem ég les. Þannig að þegar við einfaldlega gefum hluti sem er góðra gjalda vert að gefa, það er göfugt og er jákvætt við að gera það að mínu mati, þá held ég að það sé yfirleitt betra, kannski ekki alltaf, en yfirleitt betra ef við getum komið á viðskiptasambandi við fólk sem að getur nýtt krafta sína til að búa til einhvers konar verðmæti sem hægt er að hjálpa þeim upp úr slæmu efnahagsástandi, ýmist til lengri tíma eða varanlega, helstu þetta varanlega. En gjöfin rennur út, það er kannski stóri munur, gjöfin rennur út. Gefur eitthvað, þú þarft að halda áfram að gefa, annars rennur út. En ef það er viðskiptasamband þá heldur það áfram og byggir upp innviði þar á meðal, þekkingu og reynslu sem er hægt að nýta áfram til áframhaldandi uppbyggingar. Þarna er líka grundvallarmunur á. Á þess að draga nokkuð úr því að þetta er að gefa og ég hef margoft hér í pontu kalla eftir því að við gefum meira, vissulega. En viðskiptin eru gríðarlega mikilvægur hluti af þessu. Mér langaði þess að nefna þetta en kannski eru ljóst, það er hlynntu málinu og þó að þarna væri fleiri lönd og þótt að þau væri ekki öll í þessum hópi least developed countries, þessast minnst þróuðu ríkin, að ef við litum á tolla sem, hvernig á maður orða þetta? Ef við værum að koma upp þjóðríkinu í dag, bara í fyrsta sinn, þá held ég ekki að við værum með tolla. Ég held ekki að okkur myndi detta í hug. Ég held að við myndum sjá fyrir okkur að það myndi stífla svo mikið af góðum hlutum, það myndi þvælast mikið fyrir okkur, okkur myndi ekki detta í hug að setja það á. Slíkt
margt slíkt má segja ýmsa hluti, þar á meðal ýmsa framfærslu á höfundarétti, bara svo ég nefni svona eitt handahófskennt dæmi. Það fullt af hlutum sem við kannski gleymum því að séu slæmir vegna þess að við venjumst þeim og hagkerfin okkar byggjast upp út frá þeim sem gefnum hlut. Og þá getur verið erfitt að vinda ofan af þeim. Og eins og ég vona að ég hafi nú rakið hérna ágætlega áðan að þá þetta allt sagt með þeim fyrirvara. Það getur verið erfitt að rekja ofan af annars vondum kerfum, eins og landamæri sem dæmi, þau eru ill nauðsyn. Sko, minn draumaheimur væri án landamæra, en það er ekki þar með sagt að setja einfaldlega afnumið á einu bretti. Það er flóknara en það. Ég hugsa að sé eins með tollamista líklegt. En síðast en ekki síst ætla að nota senustu sekundunar á þessari ræðu til að nefna nýtt fyrirbæri sem að fólk stundum að velta fyrir sér hvort ætti að vera með tolla. Það er internetið. Og við erum nú svo heppin að internetið er frekar nýtt og það er ekki ennþá búið að koma á það öllum þeim böndum sem að yfirvöldum hefur dottið í hug að koma á. Það vissulega er reynt og sem betur fyrir mistekst að yfirleitt. En að koma upp svona hugmyndir að setja takmarkanir, skipta okkur öllum niður í einhver tiltekinn hólf þannig að við getum ekki eitthvað, getum ekki talað við hvort annað, getum ekki sótt okkur upplýsingar, getum ekki verslað, getum ekki gefið og því líkt. Ég tel slíkar hugmyndir í eðli sínu slæmar. Við höfum að vinna í átt að því að losna við þau. Ég tel þetta góða mál vera í þá átt, mun augljóslega styðja það og vona að þau komi fleiri. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í mínútu síðara sinn. Og fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarsinni fyrir prýðisgóða ræðu og ánægjulegt að heyra svona afstöðu hans gagnvart viðskiptum og þeim mikilvæga þætti sem þau spila í mögulegri uppbyggingu vanþróaðra ríkja jafnvægislegu tilliti eins og þarna er að ræða. Að því hv. þingmaður áða til að taka svona annan vinkil en akkúrat er til umræðu hverju sinni og oft með mjög áhugaverðum hætti. Þá hlustaði ég á hann áðan þegar hann talaði að hann teldi tolla almennt af hinu slæma í rauninni í hvaða formi sem þeir væru nema þá hugsanlega sem svona, ef ég skildi rétt refsiaðgerð vegna einhverja tímabundinna þá væntanlega aðgerða hvað sem kynni að orsaka. En hann kom líka inn á það að hann teldi talaði skatta og talaði að hann tekjuskattur og virðisaukaskattur, hann teldi báða skattana svona siðferðilega réttlætanlega og skildi nálgunina sem þar væri beitt. Og þá kom mér í huga að spyrja hv. þingmann hver afstaða hans er gagnvart erfðafjárskatti og sem á nú víða við en ekki alls staðar en svona úr því að hv. þingmaður fór inn á að ræða svona siðferðilega afstöðu til skatta þá er ég forvitinn að fá að heyra afstöðu hans til erfðafjárskatts. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil nú bara viðurkenna á mig þann glæp að hafa ekki pælt í því neitt svakalega mikið. Ég hef ekki mér finnst í eðli sínu eðlilegt miðað við það hvernig skattkerfið þurfa að vera. Nei, ég ætla að byrja á öðrum stað. Mér finnst skattar vera í grundvallaratriðum gjaldið sem við borgum fyrir að búa í tiltölulega siðmenntuðu samfélagi. Skattar sem við borgum fyrir að geta haft til dæmis lögreglu og slökkvilið og miðlægt heilbrigðiskerfi og menntun og svo er auðvitað fólk ósammála hvað nákvæmlega vill hafa í þeim pakka sem það kallar siðmenntað ríki eða lýðveldi. En það er grunnnálgunin sem ég fer inn á það. Það væri ég get alveg ímyndað mér heiminn fyrir mörg hundruð árum þegar það voru ekki einhverjir skattar einhvers staðar. Svo þegar það hafi átt að koma á einhverjir skattar þá hafi fólk hugsað með sér já það hlýtur nú bara að vera tímabundið og mikið af sköttum voru reyndar settir á eins og þeir ættu að vera tímabundnir en það var nú ekki alltaf þannig. Stundum eru þeir varanlegir. En grunnatriðið þar sem ég sé til dæmis tekjuskatti og virðisaukaskatti sem ég hugsa í fljótu bragði með fyrirvara það, ég hef kannski ekki alveg hugsað þetta alveg mikið og ég ætti að gera til þess að svara hv. þingmanni með almennilegum hætti, að erfðafjárskattur, hann felur í sig það sama að það er tilfærsla á fjármunum.
Það er ekki bara eitthvað sem er til staðar. Ef hv. þingmaður á við eitthvað eins og segjum auðæfaskatt eða hvað hann hét, auðlegðarskattinn á sínum tíma, þá er mér nú aðeins að snúast hugurinn núna. Ég er aðeins að farin að verða hlynntur honum með tímanum, en á sínum tíma þá var ég mjög á móti honum af þeirri ástæðu. Mér finnst eitthvað að því að einfaldlega taka eitthvað sem er til staðar. Mér finnst að vera annað þegar það er tilfærsla á fjármunum. En þessi tilfærsla á fjármunum er hluti af því hvernig hagkerfið sjálft virkar. Það er raunverulega hluti af þessu púkki sem við erum öll í. Þannig að ég sé ákveðinn grundvallarmun þarna. Eins og þingmaðurinn heyri kannski, þá er ég svolítið að hugsa upp á hérna einhverju leyti, sko, en takk fyrir spurninguna, og hún er áhugaverð. Mér finnst áhugavert að ræða svona grundvallaratan í skattlagningunum, svo gleymum okkur stundum á bakvið alla tæknina að það eru prinsippana undir einhvers staðar. Þá veitir andsvaraður þingmaðurinn fellur frá andsvari. Og næstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, við viljum byrja að þakka hv. þingmanni fyrir firna góða ræðu. Það er alltaf gaman að hlusta á þingmanninn og þingmenn yfir leið þegar þeir eru að flytja ræður sem hafa mikla sannfæringu fyrir eða fjalla um málefni sem er þeim mikilvægt, eins og þetta málefni er klárlega fyrir hv. þingmann. Hv. þingmaður talaði töluvert mikið um það bæði í ræðu sinni og andsvörum að hann væri hrifinn af því að fella einhliða niður tolla. Og er það bara gilt sjónarmið eins og hvert annað. Nú er það þannig að í flestum löndum heims, ef ekki öllum, þá eru tollar notaðir með einhverjum hætti eða aðrar hindranir, ef við köllum tollahindranir. Sérstaklega þegar kemur að landbúnaðarvörum. Mig langar því að spyrja hv. þingmann hvort að til þess að hans draum sín rætist, að við losnum alla tolla, hvort að það sé þá ekki þannig að það verði allir að fallast á hans skoðun að tollar séu slæmir og þeir felldir niður, eða telur þingmaðurinn að Ísland, þetta fámenna land, strjálbýla land, geti riðið á vaðið og fellt einhliða niður alla tolla, lýst Íslandi sem tollfrjálsu og fríu landi þar sem engir tollar eru skapaðan hlut, sérstaklega ætla ég að nefna landbúnaðarvörur. Í ljósi meðal annars þess að hv. þingmaður nefndi matvælaöryggis, því að til þess að hafa matvælaöryggi þá þurfum við að hafa framleiðendur til að framleiða og geta búið til lagri. Við erum ekki að tala um fæðuöryggi. Til að hafa fæðuöryggi í lagi þá þurfum við slíka framleiðendur. Matvælaöryggi er sjálfsagt annað mál. En hefur engar áhyggjur af því að ef við ákveðum fella niður tolla einhliða að samkeppnisumhverfi þessara mikilvægu framleiðenda til þess að auka og tryggja fæðuöryggið yrði erfitt. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson svarar andsvari. Jú, virðulegi forseti, ég vona að ég hafi komið fyrirvörum mínum hérna ágætlega á framfæri, sem er það að ég get lýst annars vegar draumaheiminum mínum og það hvernig mér finnst hlutinir eigi að vera í prinsippinu, en síðan fæddist ég ekki inn í henni heim fyrir 1980, þannig að ég fekk ekki ráðið öllu saman. Og við setjum uppi með aðstæður sem ekkert endilega mér að skapi, og við það að breyta sér í lagi stórum flóknum kerfum þá geta alltaf leynst einhverjir hlutir sem að flækja málin. Annars væri nú auðvelt að leggja fram ansi mikið af svona þingmálum, og svo gerist það bara oft þegar maður fer að rannsaka þingmál að hlutin er aðeins flóknari en maður hélt, þótt að prinsippu fari ekki neitt. Þótt að maður sé alveg sömu skoðunar, þá bara rekst maður á það að það er flóknara að gera hlutina maður hélt og getur haft hliðarverkanir sem maður vill ekki. Að verndartollum og spurningu þingmannsins, að þá sko í fljótu bragði þá bara hreinlega veit ég ekki hvort að Ísland gæti einfaldlega afnumið alla tolla og þar á meðal gagnvart matvælum og einhvern veginn þá er allt í góðu. Ég efast að það yrði það einfalt. Það væri mjög sérstakt, það væri mjög skrítið og einstakt að það væri það einfalt. En til þess að fara með vangaveltuna aðeins lengra, að þá finnst mér mikilvægt að við hugsum grunnmarkmiðið. Ef markmiðið er að tryggja matvælaöryggi á Íslandi, þá þurfum við bara að passa að það sé fjármagnað nógu vel til þess að tryggja það matvælaöryggi. Og þetta felst í því kostnaður, alveg eins og í tollunum felst ákveðinn kostnaður fyrir neytendur og hagkerfið í víðari skilningi.
ég hef ekki séð nein rök fyrir því að tollar sé eitthvað betri leið heldur en einfaldlega að ausa peningum úr ríkissjóði einhvern veginn í það vandamál, væntanlega með einhverju öðru kerfi heldur en núna, getum við kannski rætt af við betra tækifæri. En ég viðurkenni það alveg að alveg sem er landamærin, að þótt að minn drauma heimur sé landamæralaus, áttaði mig á því að vegna þess að þau eru komin og búin að vera í langan tíma, þá er meira en efnað að losna við þetta. En hér er frumvarp að ræða sem hefur fengið, sem virðist vera samhugur að sé raunhæft. Þess vegna fagna ég því svo mjög. Þetta eru heil 47 ríki. Ég bara vona að það verði einhvern tíma samhugur að fjölga með það meira. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmannum fyrir svarið. Ég get verið sammála það að í draumheiminum, hinn fullkomna heimum frjáls viðskipti væri sást engir tollar. Við hins vegar sjáum að þróunin og kannski, þó svo við sem að mögulega taka eitt skref hér með þessu þingmáli, þá hefur nú eitt stærsta efnahagsveldi heims, leiðtogi þeirra, lýst yfir að viðskiptasamningar, alþjóðlegir og svona samkomulag toll og annað séu nú bara ekkert mjög sniðugt og komin á ákveðin svona ról með ákveðin einangrunarstefnu. Þannig ég held sem að færast kannski aðeins fjær draumheimi þingmannsins og kannski mín líka ef það væri hægt að nálgast þessa draumheima. En út í fæðuöryggið aftur að það má kannski segja að það sé hægt að fara þessa leið sem þingmann nefnir einhliða í hvaða landi sem ef að ríkið á móti tilbúið til þess að stór auka þá niðurgreiðslur til framleiðslunnar. Því að það vita það allir að framleiðslan getur ekki staðið undir sér ef hún er ekki seld á á sama level, sömu hillu og aðrir selja. Svo er andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég hugsa að svona taktísk leið til þess að nálgast það vandamál væri sjálfsagt að reyna að fella niður tolla tvíhliða eða marghliða eða með einhvers konar viðskiptasamningum þá við helstu viðskiptalönd. Það er þá væntanlega leiðin sem er farin þangað þannig að íslensk vara ætti jafn auðvelt með íslensk vara kæmist á annan markað jafn til annarar hér. Og kannski væri það dæmi eitthvað sem að margir þyrftu að taka sig saman að fella niður. Svo má vera. Hins vegar að þá þótt að við þyrftum að auka fjárveitingar inn í innlenda framleiðslu á matvælum til þess að standa undir matvælaöryggi, þá er það nú bara eitthvað sem að þjóðríki þurfa almennt að gera til þess að tryggja öryggi sitt. Það þarf að setja peninga í þjóðaröryggi af allri tegund og það er gert miðlægt, það er gert með skattkerfinu og það getur þýtt hærri upphæðir úr ríkissjóði eða hvernig svo sem útfærslan á þeim hugmyndum yrði, en við mögum ekki að gleyma kostnaðinu sem er nú þegar til staðar með tollunum. Sá kostnaður er það til staðar. Síðast með leiðskrá, við höfum stuttan tíma til að ræða þetta, þá eru fleiri rök notuð fyrir tollakerfinu á Íslandi heldur en einfaldlega það. Og hv. þingmaður nefndi hérna 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis hreinleika vörunnar. Því miður höfum ekki meira tíma til að ræða það, en komum sennilega því aftur síðar. Að lokum veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigmundur Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég vil taka tvennt fram áður en ég sný mér að spurningunni. Annars vegar ítreka það sem ég nefndi áður að ég er hlynntur þessu frumvarpi af þeim sérstöku ástæðum sem ég rakti hér í ræðu. Þess vegna er ég hlynntur þessari einhliða niðurfellingu tolla. Hitt er að ég er mjög áhugasamur Pírata og í tilraunum mínum til þess að átta mig á þessari hreyfingu hef ég til þess að einfalda málið reynt að skipta þeim í tvo meginflokka. Annars vegar svona vinstri anarkista Pírata og hins vegar sem kalla mætti frjálslynda eða jafnvel frjálshyggju Pírata. Og í þessari flokkun setja ég hv. þingmann í seinni flokkinn. Og ég verð að viðurkenna að ég er sammála honum margt. Eitt og annað, til dæmis ýmislegt sem að hann hefur bent á í tengslum við umræðu um málfrelsi. Og ég kann mjög vel að meta þá tilhneigingu hv. þingmanns til þess að kynna sér mál, setja sig inn í þau og átta sig á þeim áður en hann kemst að niðurstöðu. En mér brá mjög í brún að heyra hv. þingmann lýsa því að hann væri hlynntur einhliða niðurfellingu tolla. Vegna þess að hvað erum við að gera með því?
við erum í rauninni að gefa eftir stöðu landsins í mögulegum samningaviðræðum við önnur ríki. Ef við erum einhliða búin að gefa eftir tollana, hversu ætti þó önnur ríki að gera slíkt hið sama? Og þá veltir maður því fyrir sér, og þetta er spurningin, virðulegur forseti, ef að hv. þingmaður er tilbúinn að gefa eftir tolla gagnvart ríkjum sem að framleiða vörur við allt önnur skilyrði en við teldum boðleg hér á Íslandi, og er hann þá tilbúinn líka til þess að opna íslenska vinnumarkaðinn, algjörlega. Þannig að hver sem að byggi við kröpp kjör í erlendu ríki gæti komið til Íslands og undirboðið íslenska bændur eða verkamenn eða aðra þegið miklu lægri laun heldur en við gerum kröfu hér á Íslandi. Andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, nú sýnist mér aftur tíminn ekki að duga til þess að ég geti svarað hv. þingmanni. Ég nefndi fyrirvara hér í ræðu minni, taldi mig að reynda að vera eins skýr og ég gat og nefndi það líka í andsvörum hérna við hv. þingmenn, samflokksmenn hv. þingmann sinna áðan, ýmsa fyrirvara gagnvart þessari hugsjón sem ég hef tollalausan heim. Það sama gildir landamæralausan heim. Það er fyrirvara fyrir því sem ég gerði hérna grein fyrir, og það er það að þegar þessir hlutir eru komnir til að byrja með, þá getur verið vandasamt að losna við þá. Ég vil samt stefna í þá átt. Það getur tekið tíma, það getur verið flókið, og í því geta alveg verið og eru yfirleitt, eins og ég taldi mig nú að hafa verið skýran með hérna áðan, geta verið svona flækjur sem að geta fyllt góðum áformum og góðum markmiðum, aukaverkanir eða hliðarverkanir sem að manni finnast óæskilegar. Þá þarf auðvitað að staldra við og reyna að finna út úr þeim líka. Ég taldi mig vera skýran þarna í ræðu minni og í andsvörum við hv. þingmenn, vona að þetta dugi. Hvað varðar En hvað varðar vinstri anarkista frjálshyggju Pírata greiningu hv. þingmanns, þá er til eitthvað sem heitir libertarian socialist eða einhvers konar sósíalískur frjálshyggjumæður, hygg ég, Noam Chomsky til dæmis, telur sig til þessar áttar, og það er hægt að sveifla þessum hugtökum fram og tilbaka. Ég er ekkert hissa á því að það þykir erfitt að setja Pírata í eitthvað tiltekinn hóp þarna vegna þess að í fyrsta lagi eru Píratar alls staðar á ásnum. Það eru hægri Píratar og vinstri Píratar og miðpíratar og fullt af Píratum sem að hafna ásnum til að byrja með. Ef hv. þingmaður hefur eitthvað sérstakan áhuga á því hvernig ég stimpla mig, þá hefur mér liðið best með stimpilinn sósíaldemókrata. Mér finnst það fínn stimpill, ég hef ekkert við hann að athuga, en síðan er ég líka Pírati út af öllum þeim góðu gildum sem birtast í grunnstefnu Pírata. Að lokum þetta, vinstrið og frelsi hefur verið stillt upp sögulega sem andstæðum. Það er því sem ég hafna. Og kannski komi hérna að í síðara ansvari ef hv. þingmaður leyfi mér að halda áfram með það með þá góðu umræðu. Þetta er andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég hef nú aldrei haft grun að hv. þingmaður væri sósíaldemókrati, þannig að þetta er mjög upplýsandi og áhugavert og ég reyna að koma þessu inn í það kerfi sem ég er að reyna að móta varðandi Pírata. En ég heyrði nú ekki svarið spurningunni varðandi vinnumarkaðinn og kannski kemur það hér í næsta svari. En ég vildi þó bæta við spurningu út frá því sem að þessum fyrirvörum hv. þingmanns varðandi einhliða eftirgjöf tolla. Og þar lýsti þingmaðurinn því að það gæti þurft að koma til mótvægisaðgerðir til að mynda aukinn stuðningur, styrkir til matvælaframleiðslu innanlands á Íslandi. En væri það ekki í raun niðurgreiðsla matvælaframleiðslu í útlöndum? Því að ef við ætlum að opna fyrir það að menn hrúi umfram framleiðslu frá erlendum innbúum inn á íslenska markaðinn og bæta upp fyrir það með því að styrkja sérstaklega íslenska bændur umfram það að standa undir framleiðslunni. Erum við þá ekki bara að styrkja erlendu verksmiðjubúin? Andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég sé enga leið til þess að tryggja hérna matvælaöryggi án þess að setja einhvern veginn peninga í það á stað sem að hið frjálsa hagkerfi myndi annars ekki setja á. Ég sé enga leið, persónulega. Við þurfum alltaf að styrkja, ef markmið það að halda upp í matvælaöryggi í landinu, markmið sem að ég trúi á, og ég held að allir hérna inni trúi á,
og þó víðar væri leitað, þá þýðir það að þarf að setja fjármuni í það. Við erum að borga fyrir það núna í gegnum tollafyrirkomulagið og mér langar reyndar, verð ég að segja, eiginlega í sérstakt þingmál til þess að ræða betur öll þessi rök hreinleika vörunnar og allt það að íslensk vara hefur líka erindi annars staðar og sömuleiðis það að íslensku neytendur vilja ekkert einfaldlega það sem er ódýrast. Það bara er ekki þannig. En til að svara hv. þingmönnum á seinustu sökum í sambandi við vinnuaflið. Nú er það þannig að við erum í EES og það er það bil 500 milljón manns eða 7% dýrategundarinnar okkar sem má koma hingað í dag og vinna. Það má. Allir Ítalir, allir Grikkir, allir Spánverjar, allir Þjóðverjar mega koma til Íslands í dag að vinna ef þeir vilja. Ég sé ekki að það sé eitthvað hræðilegt vandamál. Og eins og ég sagði áðan, minn draumaheimur er án landamæra. Hvernig við komumst þangað, ég er ekkert með eitthvað galdralausn á því. Þykist ekkert hafa hana og kann vel við það, þegar fólk lætur ekki eins og ég sé að koma með eitthvað galdralausn. Andsvörum er lokið. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Það væri ánægjulegt ef að hæstv. ráðherra gæti nú verið hér í salnum við þessar umræðu. Ég held að það sé ekki til of mikils mælts því að við erum hér að ræða þingmál sem ráðherrann mælti hér fyrir, þannig ég óska eftir því að ráðherra komi hér og hlýði á ræður þingmanna. Ég hef með tvær spurningar til ráðherra sem væri mjög fínt að fá svör svo við. Við erum hér að ræða frumvarp til laga breytingu á tollalögum nr. 88/2005 með síðari breytingum og þetta er rauninni svona sjá einfalt mál. Það er verið að liðka til fyrir ca. 47 ríki til þess að flytja út ákveðnar vörur til landa án tolla og Ísland er í rauninni að gangast við og innleiða ákveðnar skuldbindingar sem að við höfum tekist á hendur sem aðilar Alþjóðaviðskiptastofnuninni, svo ég er að fara svona hratt yfir þetta allt saman. Greinin talar þau lönd sem skemmst eru komin í þróun eins og þau skilgreind af Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna. Síðan er farið hér yfir tollfríðindin og til hvaða vöruflokka tollfríðindin á ekki. Og síðan segir hér, virðulegi forseti, með leyfi forseta, að höfðu samráð við ráðuneyti fara með mál varða sjávarútveg og landbúnað og útflutning er ráðherra heimilt að setja með reglugerð sérstakar upprunareglur sem gildi innflutningi vörunnar. Nú velti ég fyrir mér og væri því ágætt að hafa ráðherra hér til þess að spyrja út í, þannig ég ætla að doka aðeins með þessa spurningu. Hér hafa verið rætt í þessu ræðustól hvort að eigi að afnema tolla einhliða eða hvort að tollar eigi að vera hluti af samningum. Ég held að það sé slæmt ef að Íslendingar halda áfram þeirri braut sem að hefur verið undanfarin ár, sérstaklega undir forystu Sjálfstæðisflokksins, að afnema mikið af tollum og gjöldum án þess að fá eitthvað í staðinn fyrir það. Vegna þess að þegar við gerum það, að þá færist óneitanlega þrýstingurinn á vöruflokka sem við bera tolla áfram og ennþá. Og því að við erum áfram að gera viðskiptasamninga, við erum áfram að gera samninga við erlend ríki eða aðila, þar sem við hljótum að þurfa að láta eitthvað hendi í þeim viðræðum og fá eitthvað í staðinn. Og þegar við erum búin að aflétta svo miklu af okkar tollum og gjöldum og þá er lítið að gefa á móti. Þess vegna segi ég að við eigum að fara varlega í þetta alls saman. En nú er hæstv. ráðherra komin í salinn og þá ætla ég aðeins að snúa aftur tilbaka fyrst í greinina sem að var þar sem talað reglugerð sérstakar upprunareglum gildi innflutningi vörunnar. Og ég spyr, á sú reglugerð eða þær reglur sem á að setja upprunareglur eingöngu við vörur frá þessum 47 ríkjum? Eða er hugmyndin að ráðherra geti sett reglur vörur frá öðrum ríkjum? Og erum við þá að tala að upprunareglur sem verða settar að þær taki mið af reglum EES-samningsins eða Evrópusambandsins. Og þetta er svona svo spurning sem að ég beini til ráðherra í þetta skipti. Það er önnur spurning sem ég kem að hér eftir. Þannig að mitt mat er það að það sé mikilvægt að Íslendingar gerum miklu harðari kröfur upprunareglur, uppruna upplýsingar
heilsufarsupplýsingar í matvælum, það hvað mikið notað af lyfjum við matvælaframleiðslu, hvað mikið notað af eiturefnum við matvælaframleiðslu og svo framvegis. Mín skoðun er sú, við eigum að ganga lengra heldur en reglur almennt gera eru. Að sjálfsögðu verður við að vera innan þeim heimildar sem við höfum. En það er þannig að þegar við komum í búðirnar í dag að það er ekki alveg ljóst hvað við erum að kaupa. Það stendur með litlu stöfum að þessi vara sé frá einhverju landi, mjög litlu stöfum reyndar, en það kemur ekki fram hvort að svo mikið að lyfjum hafi verið notað við framleiðslu á viðkomandi matvælum eða hvort einhver eiturefni hafi verið notuð. Ég held að sé gott fyrir Íslendinga og mig langar að spyrja þá ráðherra að því hvort það sé úr vegi í ljósi reynda bara neytendaverndar, í ljósi þess að það eru neytendur sem eiga rétt á þessum upplýsingum. Ég er ekki að hugsa þetta í einhvers konar til þess að vernda eitthvað eða stoppa eitthvað. Ég er bara að hugsa hag neytenda að þegar þú kemur inn í verslunina og það er einhver vara, innflutt vara, hvort sem það er kjöt eða ávöxtur eða hvað að þá liggi ljóst fyrir hvaðan varan í fyrsta lagi, upprunalega, fyrsta landa sem hún er framleidd, ekki hún sem búin að fara í gegnum einhverjar síur og þvottastöðvar eða guðma hvað, umpakkanir í Evrópu eða einhvers staðar. Það liggi fyrir þegar þú kemur inn í verslunina. Það liggi fyrir blað eða upplýsingaskilti eða á vörunni sjálfri að við framleiðslu þessu sé búið að nota svo mikið af sýklalyfjum eða öðru lyfjum og mögulega væri í fullkomnum heimi hægt að líka upplýsingar og að það getur valið hvort að eiturefni hafi verið notað við framleiðslu á vörunni. Það er að segja til dæmis skordýraeitur eða eitthvað slíkt. Þannig að neytandi standi í verslunni og sjái alveg svart á hvítu hvað hann er að kaupa. Einhver myndi segja að þetta er bara hindranir fyrir innflutningi. Það eru flokkar hér á þingi sem gætu alveg dottið í hug að segja það. Meira segja flokkar sem tala mikið neytendur. En það sem vakir fyrir mér fyrst og fremst í þessu máli er það að tryggja það að neytendur viti hvaðan og hvað þeir eru að kaupa. Þar fyrir utan skammast ég mig ekkert fyrir það að halda því fram að innlend framleiðsla kemur vel út í þessum samanburði. Hér er svo á forsíðu þessa frumvarps talað dagsetningan þar sem við Alþjóðaviðskiptaráðið tók þessa ákvörðun og svo framvegis. Það kemur hér fram á blaðsíðu 2 miðja síðu að ríkin sem ræðir að þau eigi það sameiginlegt að þar eru tekjulágar og tekjuöflunarmöguleikar litlir og svo framvegis. Það er innviða og skipulagsskortur. Það gerir það að verkum að þau eru ósjálfbærar miklu leyti, eiga erfitt að takast á við efnahagsáföll, umhverfisslys eða áföll og svo framvegis. Það leiðir hugann að því að mál þetta er ágætt og ég er hlynntur málinu sjálfur sér. En ég velti líka fyrir mér hvort að það sé ekki tækifæri falið í því að hjálpa þessum ríkjum enn frekar með því að auka þróunaraðstoð við þessi ríki sem eiga svo sannarlega erfiðara mörg önnur með að framleiða sína vörur, að bæta í þróunaraðstoðina og þá er það væntanlega, það er tvær leiðir til þess, bæði fjölþjóðleg eða tvíhliða. Með því að gera það þá getum við styrkt einmitt innviðina, við getum aukið á gæði, við getum aukið á svona, tekið framleiðsluna lengra, gert úr henni meiri verðmæti. Við höfum, Íslendingar, gert þetta í nokkrum mæli. Við höfum verið að mennta fólk á Íslandi gegnum Háskóla Sameinuðu þjóðanna sem hafa farið síðan til sinna landa og gert þar ágæta hluti. Við höfum líka verið að flytja út þekkingu, til dæmis hvernig maður nota jarðhita til að þurrka matvæli, hvort sem eru fiskur eða ávextir eða hvað eina. Þarna getum við gert rauninni ennþá betur ef við aukum þessa aðstoð. Því langar mig að spyrja ráðherra hvort að það hafi verið rætt eitthvað í tengslu við þetta mál í ríkisstjórn, að sá möguleiki að beina fjármunum inn í frekari vöruþróun með þessum ríkjum. Þannig að ekki eingöngu sé við að fella niður tolla af vörum, heldur sé verið að auka verðmæti vöruna líka með ákveðinni aðstoð. Þetta held ég sé gríðarlega skemmtilegt verkefni í rauninni og fellur held ég ágætlega að þeim hugmyndum sem við höfum séð í skýrslum eða væntingum hæstvirts
utanríkisráðherra þar sem er talað að auka viðskiptatengda þróunaraðstoð sem mér finnst reyndar mjög bara áhugavert mál, ekki síst í ljósi þess að hér ríkisstjórn undir forystu sósíalista að leggja til að gera þróunarsamvinnuna meiri business. Einhvern tímann hér, ekki fyrir löngu síðan, þá mér minni þetta nú eiginlega verið bannorð hér þegar að verið að ræða þróunaraðstoð og man ekki betur en að þegar að sá hér stendur beitt sig fyrir því að þróunarsamvinnustofnun og þróunarsamvinnu svið utanríkisráðuneytisins yrði sameinað, þá hafi verið haft býsna hátt það að það mætti ekki businessvæða þróunaraðstoðina. Nú, þarna ég búinn að benda á tækifæri sem getur farið með eða styrkt nákvæmlega þessi sömu ríki og við erum hér að tala um. Það er að segja með því að, lyfta tollum, standa við okkar skuldbindingar, leið að beita okkur fyrir því að gæði og verðmæti þeirra vöru sem þar framleitt, væntanlega í flestum tilfellum landbúnaðarvörur, aukist. Það meiri verðmæti, meiri útflutningstekjur og þar að leiðandi mun væntanlega hagur þessara ríkja batna. En þar eigum við ekki láta staðar numið. Það er nefnilega þannig að í mörgum þessara ríkja mjög mikil misskipting milli karla og kvenna eins og við þekkjum. Konur mega jafnvel ekki eiga lönd, þeir mega ekki eiga bústofn, þeir mega ekki stofna fyrirtæki og svo framvegis. Það hefur hins vegar sýnt sig að þar sem að konum gert kleift að taka virkari þátt í efnahagslífinu, í atvinnulífinu, að þar batna hlutinir hraðar. Ég ætla ekki að gleyma því að nefna hér að menntun að sjálfsögðu gríðarlega mikilvægt. Og þar höfum við Íslendingar gert ágæta hluti með því að leggja áherslu á jafnréttið, að valdeflingu kvenna og að tala þeirra máli þegar kemur einmitt að þessum mikilvægu þáttum í hverju landi fyrir hverja þjóð að innviðirnir séu ekki eingöngu á höndum karla sem er mjög slæmt. Og það er nú ekki langt síðan að bændur á Íslandi, jarðeigendur voru rauninni bara karlar. Konur áttu nú ekki mikinn séns á að eiga jarðir eða búin. Það er nú sem betur verið breytt. Þannig að málið er mjög gott, það hefur á sér margar hliðar og við getum gert í rauninni ýmislegt annað heldur en bara að létta tollunum af. Ég tek undir með þeim sem hér hafa talað og vara við því að óprúttnir aðilar eða jafnvel ríki kunni að misnota sér það aðstöðu sem þessir aðilar, þessi ríki eru í með því að fara í einhvers konar mannaflsfreka, ódýra, illa launaða, illa þokkaða framleiðslu jafnvel til þess að komast þá inn á þessa markaði sem þarna er verið að lyfta af tollum. Ég held hins vegar að vonast til þess að þegar stóra myndin er skoðuð að þá græðir fleiri á því heldur en fari illa út úr því. Auðvitað er oft hættulegt ekki segja, ég treð það tilbaka hættulegt. Það getur verið varasamt að auðvelda aðgang eða einfalda aðgang að mörkum á þess að gera einhverjar kröfur á móti og nú þekki ég ekki alveg hvaða kröfur eru gerðar af hálfu alþjóða viðskiptastofnunarinnar og þeirra ríkja sem samþykkja það. Ég verð bara að viðurkenna það. En virðulegi forseti, ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að þetta mál skýrist vel þegar að það kemur til umræðu í nefnd. Ég held reyndar að það sé ágætt að það fái hér góða umræðu núna í fyrstu atriðinu því að það eru hlutir sem að óhætt er að skýra betur. Það eru hlutir sem óhætt að tengja við þetta mál og eins og þessar 3 spurningar sem ég hef beint til hæstv. Ráðherra að þá opnar þetta mál á vangaveltur og pælingar frekari stuðning við ríki sem þessi. Nú, ég er nú að reyna að lesa hérna hvað ég skrifaði, það er nú stundum erfitt. Já, mér langar að nefna eitt líka, að þegar að tækifæri gefast til aukinna viðskipta, þá er líka sjálfsagt að það sé gerð ákveðin krafa og nú er ég ekki að segja að við eigum að ganga fram með einhver gríðarleg hörku og hendur þessum ríkjum. En það hlýtur eðlileg krafa að við gerum ákveðna kröfur líka umhverfisvottun eða þar að segja hvernig þessar vörur
eru framleiddar og þá við hvaða aðstæður og slíkt. Í það minnsta að við höfum upplýsingar það hvernig það er. Við að sjálfsögðu vitum að mörg þessar ríkja eru því miður háð til dæmis kolum til orkuframleiðslu eða bara til þess að hafa ljós eða rafmagn á vélarnar. Það að sjálfsögðu á ekki að stoppa það að þessi aðilar geti flutt út og komist á þann stað þar sem við erum í rauninni. En við eigum hins vegar leggja áherslu á það að hjálpa þessum ríkjum þá til þess að losna úr þessari vondu orku, úr þessu jarðefnaeldsneyti sem verið er að nota, sérstaklega kolin. Það er vitanlega miklu betur að nota gas eða olíu heldur en kol. En auðvitað eigum við að halda áfram að beina jarðhitanum inn á þessi svæði þar sem það er klárlega hægt. Má það nefna Sigdali mikla í Afríku og þar fleiri ríkjum í Asíu og fleiri stöðum þar sem er augljóslega hægt að nota miklu meira af umhverfisvænni orku til þess að framleiða þessa vörur. Þannig að Ísland með því að samþykkja og uppfylla þessar skilmál eða samningar sem við erum klárlega aðilar að þá getum við beitt okkur ennþá meira og ennþá betur. Við getum gert stærri hluti, við eigum að gera stærri hluti en til þess vilja á fjármagn og því miður þá saknaði þess að hafa ekki séð neinn metnað til þess í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar að auka fé til þróunaraðstoðar nema rauninni bara það sem er svona reiknað eða til alþjóðlegra stofnana. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 811. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður sagði að þetta væri einfalt mál og að hluta til er það alveg rétt, en það eru mjög flóknar svona hliðarverkanir sem að langar kannski aðeins að velta upp með hv. þingmanni og aðeins meiri kannski í ræðu á eftir. Fyrsta sem ég hef áhyggjur af að hvort þetta sé möguleg fátæktargildra. Það er að segja að það sé ákveðin hvati til þess að vera áfram sem sagt svona LDC-land til þess að missa ekki í rauninni þessa fríu tolla sem að annars er góður útflutningur til og hvernig er kannski á að tryggja það. Og svo tengt því og þeirri umræðu sem átti hérna stað áðan við hv. þingmann Helga Hrafn Gunnarsson þetta svona framtíðarsamfélag kannski það sem að það þarf enga tolla. Og þá myndi ég vilja spyrja hv. þingmann, þarf tolla ef matvælaöryggi er tryggt? Ef við erum í heimi þar sem að matvælaöryggi er tryggt, hvað sem þú ert í heiminum, þörfum við þá tolla? Við getum kannski bætt við þetta orkuöryggi og húsnæðisöryggi, svona sérstaklega hérna á svona norðlægum slóðum, þar sem er kalt og svo framvegis. En þegar allt kemur til alls, að þá sýnist mér tollar einmitt snúast rosalega mikið. Jú, þeir eru að snúast stálflutninga og ýmislegt svoleiðis. En hvað var það svona bara neytandann sem slíkan og öryggi þess að eiga ofan í sig og á og þá möguleika að ef að landið einangrast að geta viðhaldið bara munum ekki svelta. Þurfum við þá tolla ef að matvælaöryggi er tryggt í landinu? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég held að sé mikilvægt að leiðrétta hv. þingmann strax og þetta er algengt, matvælaöryggi eru það að matvælin séu holl og örugg. Fæðuöryggi er magnið, þannig ég hugsa að hv. þingmann sé að tala öryggi. Það má eflaust færa rök fyrir því að ef að fæðuöryggi sé tryggt í dag þannig að ég held að okkar fæðuöryggi sé tryggt svona helmingi, rúmlega það kannski, að þá, ef það er eini mælikvarðinn sem náttúrulega nota, að tryggja fæðuöryggið, þá má örugglega færa rök fyrir að tollar séu ekki nauðsynlegir til þess. En við erum vitanlega að hugsa fleiri hluti. Við erum að hugsa að framleiða heilnæm og holl matvæli, hafa matvælaöryggið í lagi. Við erum að tala að neytendur í Íslandi geti keypt hreinar afurðir sem eru ræktaðar á hollan og góða máta sem eru sem eru standa þá mönnum til boða.
Og annað líka að gleymum því ekki að matvælaframleiðsla í Íslandi er vitanlega atvinnugrein líka. Það er verið það eru þúsundur, mann í hvort það eru 15.000 störf cirka, þú ekki að fara með það, sem eru tengd landbúnaði einum, miklu meiri sjávarútvegi sjálfsögðu. Þannig að við erum líka að tala um það að við erum með tollum að tryggja sjálfur sér störf, viðhald, byggð og allt mögulegt leið. En ef við horfum eingöngu á fæðuöryggið, þá held ég að þingmaðurinn geti fært rök fyrir því. Ég hélt augnablik að hv. þingmaður að fara að leiða með einhver hér í gildru, því ég man hér eftir máli sem þingmaðurinn flutti að rækta kjöt, sem væri þá örugglega, þurftum við engar áhyggjur að hafa tollum eða fæðuöryggi ef þingmaðurinn yrði ósinni. Þá veitir andsvara öðru sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það var engin gildra en þetta var nákvæmlega þangað sem ég var að fara. Kjötrækt, sem er einmitt ennþá þingsályktunartillaga sem liggur fyrir þinginu og eftir að mæla fyrir því miður, er einfaldlega tæknilegt ástand þar sem við þyrftum ekki að flytja allavega slík prótein á milli landa, og fæðuöryggi og matvælaöryggi er þannig í rauninni tryggt bara slétt út hvar sem í heiminum. Það er að vissu leyti ákveðið orkuöryggi og húsnæðisöryggi sem þarf að viðhalda líka. En já, hv. þingmaður var ansi naskur að giska hvert ég væri að fara kannski með þessari spurningu hjá mér, því að kjarninn í einmitt þessu tollum, allavega í þeirri umræðu sem við erum búin að vera í núna, er að við þurfum að verja innlenda framleiðslu. En það er engin þörf á því að flytja einmitt á milli landa mat sem við getum framleitt alveg nákvæmlega eins hátt hvar sem í heiminum fyrir rauninni nákvæmlega sama mjög ódýra hátt sem eins og kjötrækt væri til. Hins vegar að þá er sem sagt til viðbótar við það væri alveg örugglega ennþá eftirspurn eftir til dæmis íslenskri fæðuframleiðslu, matvælaframleiðslu. Það sem við erum með mjög lífræna og sem sagt góða framleiðslu sem yrði tvímælalaust eftirspurn eftir í kjötræktarumhverfi, þar sem rauninni útrýmir bara svona ákveðinni verksmiðju framleiðslu á dýrum til kjötneyslu. Á meðan okkar iðnaður er rauninni ekki verksmiðju framleiðslu, hún er mun heilsusamlegri og sem sagt lífrænni og sjálfbærari heldur en verksmiðju framleiðslan sem kjötrækt myndi koma í staðinn fyrir. Og þá erum við með mjög verðmæta útflutningsvöru í því ásamt því að vera með samt tryggt fæðu og matvælaöryggi í gegnum þá tækni sem kostar saman ekki neitt hvar sem í heiminum. Andsvarar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka þingmannum fyrir þetta. Ég verð nú bara að viðurkenna, ég hef bara ekki alveg þessa hugsun heldur sem hv. þingmann hafi að geta horft svona langt fram í tímann að sé það að við getum ræktað kjöt eða eitthvað slíkt. Sjálfsagt er þetta handan við horni. Ég veist ekkert þá. Ég hef lesið frumvarp og greinargerð hv. þingmanns með þingmálinu. Ég hef skoðað þetta, ég hef séð fréttir af þessu slíkt, en ég hins vegar hef svona ekki trú að þetta verði eitthvað risa eða lykilatriði. Virðulegur forseti, þingmaðurinn veltir áfram fæðuörygginu fyrir sér. Ég held að við verðum líka að líta til þess að fæðuöryggið er til þess að framleiða vöru, þá þurfum við eldsneyti og við þurfum korn og eins og annað sem er að flytja inn. Við þurfum ákveðna vörur sem við erum ekki að framleiða ennþá hér í Íslandi, en vonandi kemur að því að við getum verið sjálfbar sem mest af þessu, hvort sem það er eldsneyti eða kjarnfóður eða annað sem þarf til þess að ala okkar skepnur. Þannig að þegar á heildina litið að þá erum við á því stað að við erum svona trygg með helminginn af okkar fæðuöryggi, annað þurfum við að flytja inn og við þurfum þá að gáfa því hvernig við nálgumst það sem okkur vantar upp á með sem bestum hætti til þess að gæta annarra hagsmuna okkar heldur en bara fæðuöryggisins. Annars held ég að þingmaðurinn hafi í rauninni bara hitt naglann hér á höfuðið, að það er margir hlutir sem þurfum að huga að.
Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir sína ræðu. Það er margt áhugavert sem kom fram í henni og það sem mig langar til að forvitnast hjá hv. þingmanni sem var jú utanríkisráðherra hér ekki fyrir margt löngu síðan og þekkir þess vegna sérstaklega vel umhverfi þróunaraðstoðar og nefndi hér einmitt í ræðu sinni áðan að hann hefði unnið að sameiningu Þróunarsamvinnustofnunar og þróunarsviðs utanríkisráðuneytisins þegar hann var þar inni. Það sem leikur hugur á að vita er tvennt. Í fyrsta lagi hvað að fenginni sinni reynslu í þessu umhverfi, hvaða aðgerðir hann telji skila mestu á þessum efnahagslega vanþróuðu svæðum og síðan hins vegar, af því að hv. þingmaður var nú einn af forvígismönnum svokallaðra barbershop nálgunar á umræðu jafnréttismál, hvaða áhrif hann kom nú örlítið inn á þetta í ræðunni sinni þarna áðan, en hvaða áhrif hann telur jafnréttismál hafa á þann árangur sem næst á heimasvæðum hverrar þjóðar og hvaða hlutverk Ísland, ef eitthvað, getur spilað í þeim efnum. Því að það er auðvitað, ef maður rennir augunum yfir þennan 47 þjóða lista sem enn er á þessum LDC lista, þá grunar mann að jafnréttismál séu þar víðast býsna báborin. Þá svarar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson, andsvari. Virðulegur forseti. Já, nú er það þannig að við erum með hér lista yfir 47 ríki sem munu fá að flytja inn ákveðnar vörur tollfrjálst og er það hið besta mál í sjálfu sér. Það má hins vegar velta því fyrir sér hvort og það er rauninni það sem maður hefur séð, að það er ekki síður mikilvægt að efla innviðina í þessu löndum til að það náist einhver árangur og til sér rauninni að hlutir sem þessir að fella niður tolla skili meiri árangri heldur en kannski við getum vænst til bara með því niðurfella tolla. Og það er með því að sjálfsögðu að efla innviðina og hluti af því er að efla valdeflingu kvenna, stuðla að því. Þannig að bæði að konur fái menntun, geti menntað sig, fái réttindi og leyfi til þess að reka fyrirtæki, eiga jarðir, bústofn og þess háttar. Því að í mörgum af þessum löndum er lítil hefð fyrir því miður og gerir það verkum að þau hafa dregist aftur og dragast aftur úr. Konum er kannski ætlað að vinna mikið heima, vinna mikið á ökronum eða eitthvað þess háttar. Það eru dæmi það að aðstæður þeirra hafa batnað, til dæmis með því að það þurfa að sækja vatn styttri veg heldur en ella. Og hvað gerist þá? Þá kvarta kattarnir yfir því að þær hafa ekkert að gera, bara vegna þess að það verður til kannski hálftíma, klukkutími eða 2 á dag vegna þess að það er styttra að sækja vatnið. Þennan tíma gæti verið sjálfsögðu nýtt til þess að læra, til þess að stofna fyrirtæki, til þess að búa til eitthvað sjálfar. Þannig að það er þörf víða, ekki alls staðar að sjálfsögðu, á mikilli viðhorfsbreytingu. Og mínu mati er það ekki síður mikilvægra að styrkja innviðina, efla þátt kvenna í efnahagslífinu á þessum stöðum, í þessum löndum, heldur en aflétta bara tollunum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni kærlega fyrir svarið. Það það er kannski rétt að nálgast það spurninguna þannig,
hvaða eru einhverjar þær aðgerðir sem íslensk stjórnvöld hafa komið beint að á síðustu árum, að því hv. þingmaður best þekkir til, þar sem valdefling kvenna hefur verið í sérstökum fókus innan þeirra þróunaraðstoðar sem veitt af hendi íslenskra stjórnvalda, og hvort að hv. þingmaður þekki til þess, annaðhvort frá þeim tíma hann var í embætti utanríkisráðherra eða síðar eftir atvikum, hvernig þau verkefni hafa gengið. Og ef að verkefnin sem að utanríkisráðuneytið hefur verið að sinna kannski ná ekki inn á þetta svið, hvort hann sæi fyrir sér að það væri hugsanlega mál sem að væri ástæða til þess að setja fremst í röðina, svo má segja, til þess að ýta undir og styðja við þessa svona innviða og innri uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað á nærsvæðum þessara þjóða. Því eins og hefur komið hér fram hjá mörgum sem hafa talað fyrir kvöld, eða fyrir þessar umræðu, þá eru þetta hluti af vandamálinu eru pólitískt ástand heima fyrir og innviðir og veik staða, hvort sem það bara einstaklinga almennt, menntunarlega, eignarréttarlega eða hvernig sem það kann að vera. En fremst í röðinni skyldi maður ætla að aukin þekking væri til þess að vinna á þessum vandamálum á heimasvæðum þessara þjóða. Svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, já, ég þakka þingmanni fyrir spurninguna. Það hefur verið megin þemað, eitt af mikilvægustu þemunum í aðstoð Íslands einmitt að horfa til þess að hvernig hægt að valdefla konur og þeirra umhverfi, þeirra störf og slíkt. Og það hefur gengið bara ágætlega á mörgum stöðum, auðvitað gengur þetta misvel. En það hefur sýnt sig að það sem að þetta hefur gengið eftir, að þá árangur, þá styrkist samfélagið og hlutinni ganga betur. Annars hitt að það oft mjög útsjónasamt fólk sem við erum að aðstoða. Ég man eftir einu dæmi sem ég ætla að nefna hér, að það var, ég held ég muni það svona sirka, að það var í einu ákveðnu landi var ákveðið að gefa 2 reiðhjól til kvenna, þannig að þær getur svona aðstoðað hvor aðra þegar kæmi að fæðingum og svona. Og þær voru svo snjallar að það leigðu annað hjólið til karlmanns sem þurfti að leigja hjól og gat stundað business, notuðu hitt hjólið í þessi verkefni og fengu fjármuni inn sem gátu þá nýtt til þess að kaupa hluti til að hjálpa þessu konu líka. Þannig að þarna var það allt í einu úr þessum 2 reiðhjólum business sem skilaði öllum og samfélaginu og ekki síst þessum hópi sem þarna átti í hlut betri aðstöðu. En þetta eitt lítið dæmi bara það hvað það skiptir máli að taka þátt, hvað skiptir máli líka að setja þetta í réttan farveg og treysta líka fólki sjálfsögðu. En okkur finnst þetta kannski lítill hlutur og svolítið skrítinn, en þarna skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Þar sem að sjúkrabíllinn þarf að keyra mörg hundruð kílómetra kannski til þess að nálgast þessar konur þegar það barnsnauð, en það kannski ekki til bensín á hann annað hvern mánuð, og þá skipta svona hlutir miklu máli. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, þetta mál sem að ég fylgjandi, svo hefur vonandi komið fram, hefur þó vakið upp ýmsar spurningar og álitamál og að mínu viti mjög gagnlega umræðu tollamál almennt, sem eðlilegt að setja í samhengi við þetta frumvarp. Við heyrðum hér útlistun þingmanna úr ólíkum flokkum á það hvaða viðhorf þeir hefðu til tollamála almennt, og hér vissulega að ræða almenna eftirgjöf tolla gagnvart 47 ríkjum og það einhliða af hálfu Íslands.
En það er ekki hægt að ráðast í slíka framkvæmd án þess að velta leið fyrir sér áhrifunum af slíkri einhliða eftirgjöf og þeim möguleika að hún kynni að verða, eins og sumir hafa talað fyrir hér, heimfærð á fleiri ríki, verða jafnvel almenn. Það er að segja lúta ekki þeim sérstöku aðstæðum sem að gilda í þessum 47 ríkjum og ég hef rakið hér og margir aðrir, heldur verða almenn regla og sérstaklega hefur vakið athygli að þingmenn Pírata hafa hér í kvöld talað fyrir almennri einhliða eftirgjöf Íslendinga af tollum. Menn bæta svo reyndar við þegar gengið er á þá að þetta sé einhvers konar draumsýn og að því að tollar séu komnir til sögunar þá þurfi hugsanlega að gera einhverjar ráðstafanir áður en tollar eru afnumdir almennt. En það er einmitt vandamálið, virðulegur forseti, að þetta sjónarmið byggir á draumsýn, byggir á útópíu, heimi sem er ekki raunveruleg til staðar og á þar af leiðandi heilmikið sameiginlegt með ýmsum gömlum kennisetningum, hugsjónum í stjórnmálum eins og sósíalisma eða kommunisma jafnvel og frjálshyggju á hinum kantinum. Og gengur út á það að menn hafa einhver draum það hvernig heimurinn ætti að virka og reyna að laga stefnu sína og pólitík að þeirri draumsýn. Í stað þess að gera eins og Miðflokkurinn vill leggja áherslu á, laga lausnirnar að raunveruleikanum. Það snýst stefna okkar, að laga lausnir okkar að heiminum eins og hann er. Hér hefur verið rætt þann möguleika að gefa eftir tolla en niðurgreiða þess í stað íslenska framleiðslu, íslenska matvælaframleiðslu, þá gæðaframleiðslu sem íslenskir bændur og matvælaiðnaðurinn sjá okkur fyrir, til mótvægis við tollalækkunina. Og það hlýtur þá að eiga að gera það að því marki að íslenska gæðaframleiðslan sé samkeppnishæf í verði við þá erlendu framleiðslu, erlendu umframframleiðslu verksmiðjubúa sem yrði hrúgað hér inn á markaðinn í tollleysinu. Væntanlega með það að markmiði að íslensku vörurnar, íslensku gæðavörurnar, verandi samkeppnishæfar í verði eftir aukna niðurgreiðslu, yrðu keyptar frekar en þær erlendu. Með öðrum orðum, virðulegur forseti, vernda íslensku framleiðsluna og halda erlendu framleiðsluna úti. Þetta leiðir okkur fyrir sjónir þau einlugu verðmæti sem að liggja í tollunum fyrir verðmætasköpun framleiðslu á Íslandi. Og mikilvægi þess að ef menn ætla að gefa þetta eftir almennt að þá komi eitthvað á móti til samræmis frá viðskiptalöndum okkar. Því það getur ekki verið að tilgangurinn með slíkum aðgerðum væri sá að láta fólk áfram kaupa erlendu verksmiðjuframleiðsluna sem að hrúgað væri inn á markaðinn hér umfram framleiðsluna en styrkja áfram íslensku framleiðsluna án þess að hún væri keypt. Íslenska framleiðslan færi bara í urðun, það væri styrt og neytendur keyptu erlendu verksmiðjuframleiðsluna. Það getur ekki verið að það sé markmiðið. Þess að markmiðið með slíkum aðgerðum hlyti að vera að niðurgreiða íslenska gæðaframleiðslu að því marki að menn keyptu hana frekar, hún væri í samkeppnishæfu verði, keyptu hana frekar en innlenda innflutningin, með öðrum orðum, virðulegur forseti, halda erlendu umframframleiðslunni burtu. En þetta er einmitt tilgangurinn með tollum, að standa vörð íslenska framleiðslu og gera hana samkeppnishæfa gagnvart erlendir framleiðslu sem er framleidd með miklu lakari hætti en við myndum sætt okkur við hér. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 3. þingmaður Reykjavíkur. Nei, þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni kærlega fyrir hans ræðu, hans seinni ræðu hér í þessari umferð. Mér langar til þess að koma inn á mál sem að hann
kom inn á hér fyrr í umræðunni án þess að það væri í sjálfu sér rætt í neinni dýpt. Það var mál sem hann velti upp í andsvörum við hv. þingmann Helga Hrafn Gunnarsson og sneri að afstöðu hv. þingmanns til þess annars vegar að fella niður alla tolla af innlendum gagnvart innflutningi og þá kom hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inn á það í spurningu andsvari við hann hver afstaða hans væri til þess að innflutningsvinnuafls af svæðum sem væru til dæmis þessi minna þróuðu ríki og þá í því samhengi að menn fengju og vinnuafl fengi að koma hér inn á markaðinn á heimamarkaðskjörunum ef ég skildi það rétt. Sem sagt féllu ekki undir innlenda kjarasamninga og mér leikur hugur á að vita hvernig hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hvernig það horfir við honum í samanburði við það að erlendri niðurgreiddri matvælaframleiðslu sé sópað, því hér hefur gert athugasemdir við það af hv. forseta fyrr í kvöld að ég notaði orðið dömpað inn á markaðinn af niðurgreiddum svæðum á verðum sem að innlend framleiðsla ætti aldrei möguleika á að keppa við þrátt fyrir umtalsverða niðurgreiðslu. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það var í rauninni ágætt að fá þetta andsvar eða þessa gagnrýni á ræðu mína hér fyrr í kvöld því að það er rétt hjá hv. þingmanni að það var ekki búið að útlista þetta nánar. Ég spurði hv. þingmann Helga Hrafn Gunnarsson út í þetta en það kom kannski ekki alveg svar við því svoleiðis að það gafst ekki tækifæri til þess að leiða þetta mál til lykta. En þetta er auðvitað nátengt, vinnumarkaður og vörur. Ég held ég fari rétt með að viðskipti í heiminum hafi aldrei verið jafn frjáls, alþjóðaviðskipti, eins og árið 1913. Og þá skall fyrri heimsstyrjöldin á og settar voru á nýjar hömlur, svo kom heimskreppan, seinni heimsstyrjöldin og ég held að heimurinn hafi aldrei aftur náð því stigi að vera með eins frjáls viðskipti eins og 1913. En munurinn er sá núna að við höfum þróað vinnumarkaðinn hér á Vesturlöndum mjög mikið frá því sem var fyrir rúmum 100 árum og gerum mjög ríkar kröfur til atvinnurekenda og reyndar til launþega líka, öryggiskröfur en ekki hvað síst, gæðakröfur og ýmislegt fleira en ekki hvað síst kröfur varðandi kjör. Þess að það er ekki hægt að framleiða vörur, hvorki matvælin í annað á Íslandi, öðruvísi en að menn uppfylli ákveðin skilyrði, meðal annars kjör, sem ekki eru til staðar í þeim löndum sem við erum í samkeppni við. Þess að ef við ætluðum að aflétta öllum tollum einhliða, þá væri hægt að fara á svig í rauninni við þá samninga sem gilda á Íslandi kaup og kjör og öryggismál og ýmislegt fleira og losa sig við heilmikið af varningin á íslenska markaðinn sem væri framleiddur af fólki sem byggir við kröpp kjör, hefði ekki sanngjörn laun, byggir ekki við öryggi og með því setja allan vinnumarkaðinn á Íslandi og þær kröfur sem við teljum sjálfsagt gera í uppnám. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir andsvarið. Þetta er áhugavert atriði að tæpa á og kannski undirstrikar það að það er mjög erfitt, auðvitað er hægt að horfa á mál eins og þetta, þar sem við erum að horfa til sértækrar aðgerðar gagnvart 47 vanþróuðum ríkjum í efnahagslegu tilliti. En þegar horft er á þetta í víðara samhengi, eins og hefur verið rætt hér töluvert fyrr í umræðunni, þá kemur margt annað inn í myndina heldur en svona sú afmarkaða sýn að skynsamlegt sé að fella
tolla niður einhliða. Mér leikur hugur á að spyrja hv. þingmann í framhaldi á fyrra svari hans hér, hvaða áhrif og hvort þau væri í eðli sínu einhver önnur áhrifin af því að nýta ódýrt vinnuafl sem vinnur verulega undir kjarasamningum, til dæmis hér á landi eða í nágrannalöndum okkar, við verri kjör bara vinnuréttarlega séð í miklu verri stöðu heldur en við gerum kröfum hér heima. Sér þingmaðurinn einhvern mun á því í eðli sínu að niðurgreiðslan eigi sér stað þar, eða hvort hún eigi sér stað í því að þjóðir beri áfram fastur í, sem sagt skelli umfram framleiðslu sinni sem þegar niðurgreidd og með mjög takmarkaða arðsemiskröfu inn á markaðinn hérna. Og svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, á þessu engin eðlismunur, því að það í rauninni, það gildir það sama hvort sem að framleiðslan á sér stað hér á landi eða erlendis, að það ekki hægt að ætlast til þess að menn keppi á ólíkum forsendum. Og raunar má segja að það geti gilt það sama innanlands. Ég skal taka dæmi. Hér gerum við ákveðna kröfu til iðnaðarmanna varðandi í mörgum tilvikum menntun, færni, og þeir eðlilega gera kröfur kaup og kjör á móti. Það sjálfsögðu. Væri það ásættanlegt að okkar mati ef að erlent fyrirtæki gæti boðið í hin ýmsu verk hér, segjum til dæmis bara að mála hús hjá einhverjum, boðið það verk og flutt inn vinnuafl frá öðru landi án þess að greiða því í samræmi við kaup og kjör á Íslandi. Jafnvel, svo ég vitni nú aftur í ræðu hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar, jafnvel þræla. Því miður, virðulegur forseti, þrælahald enn staðreynd í heiminum. Væri það eðlilegt, væri það ásættanlegt ef að sá möguleiki skapaðist að menn flyttu hér inn fólk sem væri ekki einu sinni frjálst og léti það vinna hér verk fyrir lægra verð, vissulega, í ekki samkeppnina, en á kostnað íslenskra iðnaðarmanna sem að þurfa að uppfylla hin ýmsu skilyrði en fá eðlilega á móti sæmilega þóknun. Það má kannski líka líkja þessu við stefnu Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í umhverfismálum, í loftslagsmálum. Það sem að hefur verið vilji til þess að gefa einhliða eftir stöðu Íslands í loftslagsmálum. En hvað þýðir það? Það þýðir að við erum ekki að fá á móti frá öðrum ríkjum það framlag sem við gætum fengið ef að þetta væru býtti. Við þurfum alltaf að líta á það að ef við gefum eftir á þessu sviði þá erum við að gefa eftir ákveðin verðmæti, við erum að gefa eftir ákveðna stöðu og þurfum að sjá það sama á móti. Svo erum við lokið til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég vil þakka hér fyrir þá umræðu sem þegar hefur átt sér stað og það nú eitt og annað eftir af henni, grunar mig. En ég held að það sem hefur komið fram hér í fyrri ræðum, það ber, held ég, svona flest rökin svona vísa í þá átt að menn almennt séu sammála það, með nokkrum undantekningum auðvitað, að meginreglan eigi að vera sú í tollasamningum og sambærilegum þessum, eða tollasamningum yfir höfuð, að sé að ræða tvíhliða samninga þar sem sé að ræða kaups, báðir aðilar fái eitthvað í sinn skerf, og það auðvitað eins og hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kom inn á hér í seinna andsvari sínu hér á undan, þetta bara hluti af bara almennum viðskiptum og samningum sem gerðir eru,
að það eru báðir að láta eitthvað af hendi, hvort sem það er niðurfelling tolla eða hvaða atriði sem það er verið að innflutningsheimildir eða hvað sem verið að semja í alþjóðasamningum hverju sinni. Að því sögðu þá vil ég ítreka það sem ég sagði hér í fyrri ræðu minni að ég held að þessi nálgun að fullgilda þetta samkomulag með þessum hætti sé virkilega jákvætt skref, því að þó að hér sé einhliða niðurfellingu tolla að ræða þá það markmið í sjálfu sér að mínu mati að styðja við þróun þessara vanþróuðu ríkja í efnahagslegu tilliti og besta leiðin til þess eru aukin og frjáls alþjóðaviðskipti. Auðvitað þarf með þeim leiðum sem færar eru að reyna að tryggja það að þau verðmæti sem skapast á heimasvæðum þessara ríkja enda ekki öll í vösum og hirslum einhverra illmenna og hrotta. En það er nú þannig að það eru ýmsar leiðir sem menn eiga í ýmsar lausnir sem menn eiga í alþjóðlegum viðskiptum til að tryggja eða allavega draga úr líkunum á því að svo fari. Og ég held að hérna séum við að stíga jákvætt skref hvað þetta varðar, það er að segja að undirbyggja þessi auknu alþjóðlegu viðskipti þessara 47 ríkja sem hér ræðir, og það muni auka líkurnar á því að jafnt og þétt fjölgi þeim ríkjum sem komast undan þessari skilgreiningu. Þau eru ekki nema 6 sem hafa dottið út úr þessum hópi enn sem komið og maður hræddur að einhverjar þjóðir, einhver lönd séu á leið þarna inn í kjölfar heimatilbúinna vandamála. En ég held að það sé engu að síður þó að hægt gangi þá þurfum við að sinna þessu vel og gera þetta með opnum hug og styðja með í rauninni þeim leiðum sem okkur eru færar við það að efnahagslífið á heimasvæðinu taki við sér. Og það gera menn miklu frekar með viðskiptum heldur en með tímabundnum styrkjum og gjöfum eða hvaða hugtak sem menn vilja nota yfir það. Það kom hér, ég held að það hafi verið hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson sem kom inn á það hér í ræðu sinni fyrir í umræðunni að gjöfin klárast og er oft á tíðum einskiptisaðgerð og heimasvæði sem nýtur hennar í það skiptið er ekki alltaf bættari innviðalega séð eftir að gjöfin eða styrkurinn eða stuðningurinn er uppurinn. En það sem er miklu líklegra til þess að valda langtíma tryggja bætta stöðu til lengri tíma er það að opna þessi samfélög upp. Það líka eykur líkur á því að það sé auðveldara að koma upp fræðslu, menntun og þar fram til götunum inn á svæðin, og það held ég að sé markmið sem við eigum að leitast við að uppfylla og segi bara endingu hér aftur í þessari seinni ræðu minni að frjáls alþjóðaviðskipti eru líklegust til þess að koma þessu til leiðar. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það nú svo sem ekki til ég að fara í andsvar við þetta þingmann, en ég hins vegar rak hér augun í sem að fór fram hjá mér áðan í fyrri ræðu minni að blaðsíðu 3 í frumvarpinu er talað um samráð, og það virðist hafa átt sér stað eitthvað innanhúss samráð í Stjórnarráðinu, ekkert annars konar samráð, og það stendur hér með leyfi forseta áformum gerð frumvarpsins ásamt frummati áhrif þess voru tekin fyrir á ráðuneytisstjórafundi hinn 15. mars 2018. Ekki gafst ráðrúm til að kynna áformin almenningi í samræmi við ákvæði 3. greinar samþykktar ríkisstjórnarinnar undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, samanber 9. grein reglna starfshætti ríkisstjórnar, og þá vannst ekki heldur tími til ytra samráðs.
Það sem ég er alltaf fyrir mér, hvað í veröldunni í þessu frumvarpi kallar á það að asinn sé svona mikill að ekki sé hægt að eiga þetta samráð sem samkvæmt reglum greinilega á að eiga sér stað. Ég viðurkenni það, jú, þetta fór fram hjá mér áðan, en ég tel mig hafa svona reynt að glöggva mig nógu vel á því á þessu frumvarpi, áttum að því að það er ekki, þannig hef ég ekki séð það ennþá að það séu einhver svona dagsetningar sem er að reka eftir því að þetta sé klára. Það kann að fara fram hjá mér, tekka fram. En þetta vakti athygli mína hér að við undirbúning frumvarpsins, með leyfi forseta, var haft samráð við skrifstofu matvöru, landbúnaðar, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins og embætti tollstjóra. Vissulega snerta ákvæði frumvarpsins að mestu landbúnað og innflytjun verslunar, en ég velti eins og fyrir mig hvað í veröldinni kallar á það að þetta fái slíkan hraða, ekki hægt að hafa lögbundið samráð. Já, ég kem að öðru í seinna svari. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir andsvarið og það verður nú að segjast eins og er að það er nú ýmislegt í farangri þessarar núverandi ríkisstjórnar sem að mati þeirra sem þar stýra kallar á asa, mikinn sprett sem að mér er alveg lífsins ómögulegt að skilja hvernig er til kominn. Við sjáum það nú bara síðar á dagskrá þessa fundar er verið að í miklu komið inn á dagskrá enn einu sinni frumvarp lækkun kosningaaldurs sem liggur fyrir að verður aldrei fyrr en eftir 4 ár. Mér er lífsins ómögulegt að skilja hver asinn er að afgreiða það mál. Og sama virðist vera með þetta. Þetta einhvern veginn, það er ekki að sjá í frumvarpinu eða greinargerðinni við því að það sé neinn tiltekin dagsetning sem kallar á þennan mikla sprett. En ég veit ekki, það má vera að þetta sé einhvers slags leið núverandi ríkisstjórnar háttvirtrar til að klára mál með svona þægilegri hætti og þurfum við þar á leiðandi að leggja minni undirbúningsvinnu í, en það er, ef hæstvirtur ráðherra væri hér í salnum, þá myndi ráðherrann kannski bæta þessu á spurningalista sinn sem væri áhugavert að fá svar við, hvað það er sem kallar á þennan mikla hraða að öllu samráði sem áskilið hafi verið ýtt til hliðar. Og það er ekkert í málinu sem ég þekki til sem útskýrir það. En hafandi í huga handeringu á frumvarpi lækkaðan kosningaaldur, þá svo sem kemur þetta ekki mjög á óvart. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur forseti. Já, ég sé mér það vona maður velti þessu fyrir sér þegar að ljóst er að mínu viti að það er ekkert í málinu sem kalli á, við erum búin að renna yfir þetta hér aftur, kalli á að þetta sé samþykkt akkurat núna. En það verður þá bara að hafa það þannig og nefndin mun væntanlega að fara í einhvers konar samráð eða óska eftir allan umsögnum málið. En þetta er svolítið sérstakt að það sé ekki hægt að virða það lög og reglur og það leikreglur sem að ríkið hefur sjálft sett sér varðandi gerð mála sem þessara. Aðeins að öðru, fyrst að ég er hingað komin, þá er ég að velta fyrir mér því sem ég kom mér inn á í fyrri ræðu minni varðandi upplýsingagjöf til neytenda. Og það er þannig að ég nefndi það áðan að neytendur eru ekki alveg mikilli vissu þegar þeir fara út í búð og eru að kaupa sér einhverja vörur. Ég held það var hægt að gera betur í því að upplýsa neytendur innihald vöru og svo framvegis. Og það má líka velta fyrir sig hvort þegar taka upp þetta svokallaða umferðarljósa kerfi þar sem kemur fram á vörunum hollusta og innihald og þess að þetta er grænt, gult og gul og rauð merking sem vísast sniðug. En mér langar aðeins að spyrja þingmanninn út í það hvort að deili þeirri skoðun með mér, og nú vandast málið því við erum í sama flokki, hvort hann deili þeirri skoðun með mér að það sé alls ekki verið að
hefta innflutning eða standa í vegi fyrir innflutningi með því að auka upplýsingagjöf til neytenda. Með því að auka upplýsingagjöfina er einfaldlega verið að auka val neytenda. Það er að segja að neytendur geti staðið í kjötborðinu eða grænmetisborðinu einhvers staðar og sagt ég ætla að velja hér grænmeti eða kjöt eða eitthvað slíkt sem er framleitt á vistvænan hátt með svo lítilli eiturefnanotkun og litlu lyfjainnihaldi. Er það ekki bara það sem við viljum öll geta gert? Svarar andsvar öðru sinni, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Bara svarið við spurningunni er já, ég deili þessari skoðun og með honum og það ég held að þetta sé bara sjálfsögð sanngirni gagnvart neytendum að neytendur hafi gott aðgengi að upplýsingum uppruna vöru og hreinleika hennar, hvaða efni hafi verið notuð og þar fram til götunum. Ég er nú ekki með þær reglur alveg á hreinu en ég held ég fari nú samt nokkuð rétt með að það í einhverjum nágrannaþjóða okkar þær reglur í líði að vara þarf bara að stoppa í 24 tíma og vera umpökkuð til þess að mega stimplast með upprunalandi þá tilteknu þjóð sem upprunaland eða það tiltekna land sem upprunaland. Og ég þarf nú aðeins að rifja þetta upp en þetta kannski svona undirstrikar hvað neytandinn oft í veikri stöðu til að sjá hverrar gæða vöru hann að kaupa, hvort sem það varðar uppruna eða hreinleika, svo dæmi sé tekið. Og sömuleiðis held ég að þetta ætti að vera sérstakt markmið okkar og ég tel alveg fráleitt að líta á þetta það sem sérstaka viðskiptahindrun að gera ríka kröfur í þessum efnum. En ég held að þetta sé auðvitað bara hluti af því líka að gera íslenskum framleiðendum sem framleiða mjög heilnæma vöru mögulegt að vera að keppa við þá gæðavöru erlendis frá því að leikreglurnar þurfa að vera jafnar. Það algjörlega það leikur sem aldrei ekki hægt að spila til lengri tíma að framleiða gæðavöru hér á Íslandi og keppast við niðurgreidda vöru sem framleidd undir óköflum óforsvaranlegum aðstæðum erlendis frá. En já, það afstaða mín í þessu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur forseti, hér í seinni ræðu minni ætla ég aðeins að tala meira upprunareglurnar sem hér fjallað aðeins í 1. grein og frumvarpsins. Þar sagt að það sé heimilt að setja með reglugerð sérstakar upprunareglur sem gilda umflutning þessara vörur sem þarna að ræða eða verða fluttar inn. Við hljótum þá að velta því fyrir okkur hvernig þær reglur koma til með að líta út. Hvernig hvaða kröfur verða gerðar til þeirra sem vilja mögulega flytja inn vöru til Íslands frá þessum 47 ríkjum. Verða það sambærilegar kröfur og eru gerðar í dag til innflutnings til dæmis frá EES-svæðinu eða verða gerðar auknar eða minni kröfur. Ég verð að segja það, ég býð nokkuð spenntur eftir því að sjá hvernig ráðherrar hyggjast leysa þetta og verð ég að segja að nú reynir svolítið á að ráðherrar horfi til hags neytenda þegar að þessu kemur. Það er að segja að neytendur viti hvað felst í vörunni sem að þeir eru að kaupa, saga hennar, hvaðan hún kemur í raun og veru og svo framvegis. Og ég vil gjarnan nota tækifæri hér til þess að hvetja ráðherra sem að fer með, það ráðherra sem geta breytt í dag reglum með varðar upplýsingar til neytenda að gera það þannig að það velkist ekkit fyrir neytendum hvað þeir eru að kaupa. Í dag stendur með litlum stöfum einhvers staðar á beikoninu að það sé upprunaland eitthvað og menn ekkit alveg að gera sér grein fyrir hver sagan þessa blessaða dýrs sem í þessum umbúðum eða var. Og aðeins aftur að samráðinu og ég geri ráð fyrir að einhver komi nú þessari spurningu til ráðherra því að ráðherra er nú ekki í salnum og ég nenni nú ekkert vera að biðja hann aftur í salinn
En það er mjög mikilvægt það er allan gott að fá upplýsingar það af hverju samráðið var ekki meira en hér og af hverju var ekki haft lögbúið að fara eftir þeim lögum sem kveða á þetta. Nú varðandi þessi 47 ríki, og það hefur áður komið fram hér í minni ræðu öðrum að það eru möguleikar vitanlega til þess að beita ýmsum þáttum til þess að hjálpa þeim. Eitt nefndi ég ekki hér í minni fyrir ræðu sem að getur skipt máli akkúrat í því sem við erum að fjalla hér. Það er að segja að flestir þessi ríki eru að framleiða einhvers konar landbúnaðarvörur eða iðnaðarvörur sem að flytja sig út, og það er landgræðsla, það er að segja hvernig við getum grætt upp land. Og það er nú þannig að Ísland hefur náð gríðarlega miklum árangri, svo eftir er tekið í rauninni það hvernig okkur hefur tekist að beisla sem var á sínum tíma einhver stærsta eyðimörk Evrópu, það er að segja hálendi Íslands og Ísland í rauninni, að græða það upp. Og það hefur sýnt sig líka að landgræðsluskólinn sem við köllum svo Háskóli Sameinuðu þjóðanna hefur skilað gríðarlega mikilvægum verðmætum einstaklingum út og þá til þessara landa sem þeir koma frá. Og það er oft á tíðum of lítið talað akkúrat þennan skóla, finnst mér, þetta framlag Íslands í rauninni sem er gríðarlega mikið. Og þarna getum við mögulega flutt út þekkingu meira en við gerum í dag, en það þarf vitanlega fjármagn. Það þarf fjármagn inn í þessa skóla til þess að taka á móti fleiri nemendum sem kannski geta ekki fengið styrki heimanna frá sér og svo framvegis. Og með því að styrkja við þetta svið, með því að flytja út á þekkingu og kunnáttu sem við höfum, sem er alveg frábær, að þá getum við gert betur. Mér langar virðulegi forseti í tilefni af því ég er að nefna þetta, að gera svona aðeins að varpa fram spurningu sem að ég átta mikið alveg á, að við kom fram hér að setja tugir 100 milljóna í framboð til stjórnarsetu í UNESCO, minnir mig. Á sama tíma ættum við mér finnst í rauninni að við ættum að skoða velta fyrir okkur hvort að við fáum meira út úr því og heimurinn allur með því að setja 20 eða 100 milljóna inn í til dæmis eyðimerkursamninginn svo kallaðar sem við erum aðilar að, sem er að sporna gegn þornun og eyðimerkurmyndun lands. Það væri mjög þarft verk, og það er verk sem að skilar öllum heiminum gríðarlega miklu, hvort sem það er varðandi framleiðslu á vörum eða til að berjast gegn uppblæstri og mengunrunni. Því að uppblástur lands og eyðimerkurmyndun er ein af þessum ógnum sem að heimurinn stendur fyrir þegar kemur að hnattrænu umhverfisógn. Þannig að það er mörgu að taka ef við horfum á þessi ágætu ríki, þessi 47 sem að hér eru undir rauninni í þessu frumvarpi. Þannig að ég vona svo sannarlega að þetta mál fái ítarlega og góða umfjöllun í nefnd og verði leitað eftir umsögnum eða samráði sem ekki var gert við gerð þess. Nú veitir andsvar við ræðu þingmannsins 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Og það er virkilega áhugaverður punktur sem hann kemur hér inn á sem snýr að landgræðslu og þörf fyrir slík verkefni í mörgum þessara þjóða og mörgum þessara landa sem hér er fjallað um. Hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson kom jafnframt inn á það sem hefur verið nefnt hér fyrr í umræðunni. Það eru merkingarnar og hvort að þeim verði háttað með öðrum hætti, sem sagt merkingum landbúnaðarvara ýmislegs konar sem gætu fallið undir þennan tollasamning eða þessa tollaundanþágu sem nú er verið að veita. Sér hv. ráðherra fyrir sér, hafandi verið í embætti utanríkisráðherra fyrir ekki löngu síðan, að það séu einhverjir tæknilegir annmarkar á því í ljósi þess hvernig þetta mál er framsett að gera sömu kröfur til þessa innflutnings hvað merkingar varðar og annars innflutnings á landbúnaðartengdum vörum. Því að þó að við séum hér býsna sátt við það að hér sé sett fram einhliða niðurfelling á tollum til handa þessara 47 þjóða, þá held ég að það væri
mjög bagalegt ef að menn nálguðust það að menn felldu jafnframt niður þær kröfur sem við gerum til innfluttra matvæla og þá í ljósi matvælaöryggis sem við leggjum svo mikið upp úr hér á landi. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi umræða sem við eigum hér í tilefni af þessu frumvarpi, þar sem í 1. grein er talað að hægt sé að setja reglugerð uppruna upplýsingar, að það sé litið til alls innflutnings. En til þess að gæta að öllum lögum og reglum og til þess að gæta að því að við förum ekki á svig við alþjóðasamninga, til dæmis EES-samninginn, þá held ég sé alveg augljóst að sömu reglur þurfa að gilda íslenska framleiðslu, sem er bara sjálfsagt mál. Auðvitað eiga allar þessar vörur að vera merktar eins. Það er að vera merktar með, eða það eiga að liggja fyrir í það minnsta. Það kannski er ekki gerðið að merkja umbúðina sjálfar, en þá að liggja minnst fyrir í verslunni með sannarlegum og sýnilegum hætti. Upplýsingar innihald, lyf og allt þetta sem við teljum að þurfi, sem bara eðlilegt að neytendur viti í rauninni. Hvernig er meðferðin á dýrinu sem var framleitt? Ég hef heyrt af því að erlendis þar sem að menn reka kannski lúxusgististaði séu kúnnarnir farnir að spyrja hvaðan að varan komi, hvort hún sé frá löndum þar sem dýrum er misþyrmt eða lyf notuð. Þannig að það er sóknarfæri líka fyrir Íslendinga að gera þetta og merkja sína vörur. Þannig ég held að væri bara rauninni besta mál ef að samræmdar reglur eru settar. Og ég er engin sérfræðingur í EES-samningnum þó svo ég hafi nú verið ráðherra og bæði í utanríkismálum og með landbúnað og sjávarútveg, þá get ég ekki sagt og fullyrt að það standi hvergi einhver smá litri að þetta sé bannað, en það væri mjög undarlegt ef það væri bannað að upplýsa neytendur með sannarlegum hætti innihald eða framleiðslu á vöru, sé það gert með sama hætti við innlenda framleiðslu. Þá get ég ekki ímyndað mér annað að það sé löglegt og sé bara í rauninni sjálfsagt og eðlilegt. Og ef svo er ekki, þá er ennþá meiri samfélagi, þá er bara staðfest endanlega hversu vitleysa þetta Evrópusamband er. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir andsvarið. Nú kom ég inn á það hér í fyrra andsvari mínu að hv. þingmaður hefði verið utanríkisráðherra fyrir ekki löngu síðan, en svo ber svo vel í veiði að hann var jafnframt landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra fyrir ekki mjög löngu síðan. Og þess vegna held ég að svona fáir af núverandi hv. þingmönnum hafi svona meiri þekking og skilning á þessu umhverfi sem snýr að innflutningi vara og það hvernig honum er öllum háttað. Og það sem mig langar til þess að spyrja hv. þingmann núna í seinna andsvari er hvernig hann metur að þessum málum sé háttað hvað núverandi innflutning varðar á þeim erlendu matvælum sem eru að koma til landsins annaðhvort undir þeim samningum sem þegar hafa verið gerðir á tvíhliða eða bara hver sem matvælin eru, hvernig hann telji merkingu þeirra vera háttað í samhengi við það sem við höfum verið að ræða hér réttindi neytenda og það hvernig svona eðlilegt er að gera neytendum kleift að meta hreinleika, gæði og það umhverfi sem varan var framleidd í. Þannig að það væri áhugavert að heyra sjónarmið hv. þingmanns hvað það varðar. Nú svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Nú vildi þannig til að í þann stutta tíma sem að ég náði nú að vera í stól sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þá setti ég í gang ákveðna vinnu við að skoða hvaða möguleikar væru til þess að miðla betur upplýsingum til neytenda. Því miður þá
út af ástæðum sem að flestir þekkja þá var kosið að hausti til sem var náttúrulega algjör vitleysa en þá var allt svona lítið úr ákveðnum hlutum sem var búið að setja í gang og þar á meðal þessu. Það hins vegar áhugavert að kanna það hjá núverandi ráðherra hvort að eitthvað hafi verið gert með þetta og hvort að það sé ástæða til þess að starta eða setja í gang af nýju athugun á því hvort það sé ekki ástæða til þess að setja hér almennar reglur í þágu neytenda merkingar á vörum. Ég fæ ekki séð að það sé eitthvað bannað að gera það, gangi það sama yfir íslenska framleiðslu. Það sé samræmi, það sé ekki mismunun. Eitt af því sem er hvað mikilvægast í þessum blessa EES-samningi er að einsleitnin á að vera mjög mikil þegar kemur að til dæmis einmitt neytendum, þegar kemur að upplýsingagjöf, þegar kemur að vörum og þess háttar, að þetta eigi að vera sem líkast. Og þar er það vitanlega í þágu allra neytenda, bæði á Íslandi og annars staðar ef það eru hertar reglur upplýsingagjöf. Ég þori ekki að fullyrða en mér minnir að það hafi nú verið ekki fyrir svo lengur síðan mikil umræða eða einhver umræða innan Evrópusambandsins þetta einmitt að þyrfti að auka þessar upplýsingar. Hins vegar er gefið útreglulega svona tafla eða birt lyfjainnihald í framleiðslu á kjötafurðum held ég sé á dýrum og það er hreint út sagt sjokkerandi að sjá þá töflu, að sjá hversu gríðarlega mikið af lyfjum er notað í dýr víða í Evrópu. Ísland og Noregur skera sig úr hvað varðar þegar því kemur fyrir hvað lítið er notað og þetta er vitanlega eitthvað sem að neytendur eiga að fá að sjá og vita þegar að kaupa vörur. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu sem er búin að vera mjög upplýsandi og hún sýnir okkur kannski hversu nauðsynlegt það er í málum sem eru á ákveðinni stærðargráðu að það skiptir verulegu máli að taka góða og djúpa umræðu málin og þetta er búið að vera mjög upplýsandi. Það sem ég ræddi nú hér lítillega í fyrri ræðu minni var sem sagt hvernig smáríki oft á tíðum standa halloka fyrir stærri heildum og stærri ríkjum og vitnaði meðal annars til þess að þau ríki sem eru okkur samferða í þessum samningi sem er verið að gera núna við þessi 47 fátæku ríki eru svona heimsmeistarar í nýlendukúgun og eru með aldagamla reynslu í því. Og það sýnir okkur það að þegar að verið er að semja við slíka aðila þá þarf að gæta sín verulega. Og við höfum náttúrulega nýlega og mjög bitra reynslu sjálf Íslendingar af því að gera mjög slæman samning við Evrópusambandið, tollasamning sem var gerður svona nánast upp á einsdæmi þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og við erum núna að bíta úr nálinni með og það er alveg hróplegt þegar maður horfir á til dæmis magnið sem að fer á milli í samningunum að Evrópusambandið er að gusa hér inn 1000 tonna af kjöti, bæði af svíni og nauti, en í staðinn erum við að selja eða koma á markað örlitlu magni af skyri sem er þó einstök afurð og ætti náttúrulega að vera, nema fyrir okkar klaufaskapa hluta, ætti að vera skrásett íslenskt vörumerki alls staðar, svipað eins og Grikkir lömdu í gegn að fetaostur skuli vera grískur. Og auðvitað er það þannig að þegar svona aðilar mætast þar sem annar er mjög smár og veikburða en hinn er stór og öflugur, að þá er hættan sú að illa fari. Og því var það sem ég var að gjalda varhuga við því í ræðu minni hér áðan að við ættum náttúrulega að kappkosta það að í samningum við þessi ríki sem að vissulega standa halloka gagnvart alþjóða samtökum á borð við þau sem við erum núna í kompaníi með að gera þennan samning, að við þurfum náttúrulega að gæta þess að vera ekki að beita þessa aðila sömu meðulum og Evrópusambandið beitti okkur þegar tollasamningurinn var gerður. Nú var mönnum nokkur vorkunn þegar þetta var gert á sínum tíma vegna þess að Evrópusambandið var búið að draga lappirnar í nokkur misseri að gera þennan samning við Ísland og
Það má vera að menn hafi einfaldlega bara þrotið örendið, að menn hafi svona guggnað í þessum leiðangri vegna þess að samningurinn allavega eins og hann var gerður var náttúrulega gríðarlega vondur fyrir okkur Íslendinga og þá ætti að koma betur í ljós. Nú það annað líka sem að hefur verið dálítið rætt hér og ég tek undir að flestu leyti að það hættan við það að þær afurðir sem eru framleiddar í þessum 47 fátæku löndum að þær verði með einhverjum hætti alþjóðavæddar á leiðinni til dæmis hingað, að uppruni þeirra verði ekki alveg klár. Rétt eins og ég bent á hér áðan með túlípana sem eru fluttir í spýrum til Afríku og vaxa þar upp á örskömmum tíma og fara svo til Hollands aftur og í sellófan eru seldir með hollensku vegabréfi alla Evrópu. Og við höfum fleiri dæmi sem að hníga að sama grunni að ég get nefnt dæmi um finnskan grís sem þar fæddur en alinn upp í Þýskalandi, slátrað í Póllandi, fluttur aftur til Finnlands og fær finnskt vegabréf hæl og seldur hver sem í heiminum sem finnskt svín. Þannig að það eru þessi hlutir sem við þurfum að athuga og gaumgæfa að ekki gerist og það hefur náttúrulega verið bent á það að kjúklingur sem við höfum flutt inn frosinn frá Danmörku, hann alls ekki danskur. Hann getur verið frá Argentínu eða Tælandi eða hvaðan sem Þannig að það þessi hætta sem við þurfum kannski að aðgæta þegar við erum að gaumgæfa akkúrat þessi mál, að við þurfum að aðgæta það að það sé svo, eins og maður segir, sauma fyrir alla enda í þessu máli. Það það sem við þurfum að ganga úr skugga þannig að við verðum ekki fyrir áföllum. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. Þingmaður Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, við erum að ræða afskaplega áhugaverðan samning, þar að segja tollfríðindi á vörur frá lítt þróuðum ríkjum sem teljast vera 47 samkvæmt nýjustu upplýsingum sem ráðherra gaf okkur hér áðan. Nú ég hef verið að fylgjast með þessari umræðu sem hefur verið afskaplega athyglisverð, sem á sér stað á þingpöllunum undanfarnar klukkstundir og vakna ýmsar spurningar upp og það kannski helst sem ég myndi vilja spyrja hv. þingmann varðandi uppruna vörunnar. Nú eiga þessar vörur að vera upprunamerktar frá sínu vanþróaða ríki og hvað sér hv. þingmaður sér í því að þessi upprunamerking það sé ekki hægt að treysta henni. Hann tók svo til orða að þær eru alþjóðavæddar á leiðinni hingað. Hvort að hann telji að þessi upprunamerking, það sé ekkert að marka hana eða hvað þingmaður meina með þessu. Auðvitað það afskaplega slæmt ef að þjóðir, kannski þróaðar þjóðir, grípa þarna inn í og skipta sér af þessum vöruflutningi til þróuðuríkjanna frá þessum vanþróuðuríkjum og skari elda sinni köku. Hvað sér hann helst fyrir sér í því hvernig það geti gerst? Nú, þetta ekki marga miklar upphæðir að ræða sem við erum að tala hér. Hæstv. ráðherra talaði að þetta myndi nema það bil 3,5 milljón króna á ári, þessi innflutningur. Svo hér ekki að tala háar upphæðir en hæstv. ráðherra talaði nú það að þetta væri virkilega stórt mál fyrir þessi umræddu ríki. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka nú hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar. Ég held að okkur sé nokkur vandi á höndum með að tryggja það að uppruni sá sem að merktur ekkert endilega sérstaklega frá þessum 47 löndum, heldur jafnvel miklu fleirum. Okkur mikill vandi á höndum að staðfæra þá og sannreyna að upprunin sé rétt tilsettur. Og menn hafa nú lent í þessu í
í sæluríkinu, það er að segja í Evrópusambandinu sem er draumaland sumra sem hér er inni, og ég minnist þess að fyrir svona 3-4 árum síðan voru nokkrar auðvitað eigum við að geta til þess að geta með einlægum hætti komist að því og gengi úr skugga að það sem við erum að flytja inn til okkar, að það sé raunverulega sú vara sem er sögð vera í umbúðunum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir hans svör. Ég velti ýmsu öðru fyrir mér í þessu sambandi. Hæstv. ráðherra talaði að Ísland væri með þessu að stíga markvert skref og taka þátt í þessu alþjóðlega samstarfi með að hjálpa þessum löndum að flytja út sína vörur, þó þetta væri í afskaplega litlum mæli hvað varðar innflutning til Íslands, 3,5 milljónir, en hæstv. ráðherra tala líka að það eru 97% af þeim vörum væru undanþegin tolli, 95% af þeim vörum sem eru taldar upp í tollskrá var undanþegnu tolli og taldi svo upp nokkrar vörur sem nytu sérstakrar verndar. Ég átta mig ekki alveg á því og hef ekki litið á tollskrána varðandi það hvaða vörur nákvæmlega þetta eru, en hún talaði fisk og ávexti og dýr og eitthvað slíkt. En hvaða vörur, vil spyrja hv. þingmann að því, hvaða vörur er þetta helst sem hér erum að ræða, sem við erum að flytja inn frá þessum vanþróuðu, lítt-þróuðu ríkjum, hvort að hann hafi einhverja hugmynd það hvaða vörur hér erum að ræða sem er í svona litlu magni og hverju það skiptir og hvort það sé einhver samkeppni, innlend samkeppni sem myndi verða fyrir barðinu á þessu, ef svo er. Annað sem ég myndi vilja spyrja, að þessi ríki í hvaða heimsálfum og á hvaða heimsvæðum þessi ríki eru, hvort að hv. þingmaður viti nánar það hvaða ríki hér ræðir. Annars vil ég bara þakka fyrir þessa umræðu sem hefur verið afskaplega upplýsandi. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Jú, það er þannig að það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir að auðvitað er þetta svo sem tækifæri fyrir okkur til þess að styðja við bágan efnahag þessara landa, þó við séum kannski fá og smá. En að þá munar þessi ríki þar sem árstekjur á mann eru kannski örfáir tugir eða jafnvel $100 eða eitthvað slíkt, þá munar náttúrulega að lyfta möguleikum þessa fólks til þess að verða sjálfbjarga. Og við skiljum þetta vel vegna þess að við vorum náttúrulega öldum saman undir fjallaketti nýlendukúgunar og vitum það hvað frjáls verslun gerði fyrir okkur Íslendinga. Og það er náttúrulega þess vegna kannski sem við erum að halda upp á 100 ára fullveldi þessa lands þetta ár, vegna þess að það var frjáls verslun sem var undirstaðan að því. Nákvæmlega hvaða lönd þetta eru ég er ekki með þann lista, hann fylgir nú ekki með í greinargerðinni. Ég geri mér í hugarlund að þetta séu lönd sem eru í Asíu og Afríku en það er hins vegar forvitnilegt að þegar hv. þingmaður spyr þessara spurninga þá ætti maður náttúrulega að gera sér það að vinnu að fletta því upp til þess að vera með þetta algjörlega á hreinu, einnig til þess að fá þá á hreint hvaða framleiðsluvörur það eru sem við ætlum að flytja inn, en af því að hv. þingmaður nefndi að það væru aðeins örfá númer tollnúmer sem hefðu borið toll, þá er það alveg rétt hjá hv. þingmanni vegna þess að svo vill til, þvert á móti þess sem menn hafa haldið fram lengi, nánast öll landbúnaðarvara hefur verið tollafrí á Íslandi árum saman og menn hafa bara ekki áttað sig á því og verið að klifa sífellt á því að við séum með mjög ofurtolla á landbúnaðarvörur, en það er bara einfaldlega ekki rétt. Það eru fleiri númer sem hafa verið hér tollfrjáls árum saman. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 83. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, ég var nú sammála mati hv. þingmanns en ég get samt ekki orða bundist vegna þess að hv. þingmaður nefndi leynisamninginn sem fyrrverandi landbúnaðarráðherra gerði tollamál. Að gera dálitla athugasemd eða koma með fyrirspurn til hv. þingmanns. Því að eins og hann lýsti þessum samningi, og ég tek það fram, ég ítreka það, virðulegur forseti, ég er sammála þeirri lýsingu, því mati. Þá verður manni hugsað til þess sem vorum að ræða hér fyrr í þessari umræðu hættuna sem að getur skapast gagnvart þróunarríkjum í því tilviki sem við ræddum hér áðan þegar að stærri ríki, þróuð lönd með verksmiðjuframleiðslu, til dæmis landbúnaðarvara, hrúga inn á markaðinn umfram framleiðslu sinni. Fyrir lítið, í sumum tilvikum ekkert, í sumum tilvikum þetta kallað þróunaraðstoð, en getur haft þau áhrif að rústa heimaframleiðslunni. Getur skapað ódýrar landbúnaðarvörur, ódýr matvæli í skamman tíma, en hver er afleiðingin? Heimaframleiðslan eyðilegst og skaðinn fyrir samfélagið allt verður gríðarlegur. Og maður verður að velta því fyrir sér. Erum við að lenda í hættu á því að Ísland, þetta þróaða land, og svo sannarlega ekki fátækt, geti orðið fyrir sambærilegum áhrifum hvað þetta varðar? Auðvitað eru aðstæður allt aðrar, en er hættan sú ef að við hugsum ekki það að til dæmis í samningum tollamál að þeir séu gagnkvæmir og menn séu sáttir báðum megin, erum við að hætta á það að umframframleiðsla úr verksmiðjuframleiðslu í sterabúum í útlöndum geti valdið varanlegum og verulegum skaða á íslenskri matvælaframleiðslu. Á andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Jú, þetta er alveg laukrétt sem hv. þingmaður segir vegna þess að ég hafði nú hér uppi orð á fyrri árum mínum hér á þingi að ég minnist sögu frá löndunum sunnan Sahara sem voru væla framleiðslulönd og fluttu út matvæli. Og síðan voru bæði erlendir og innlendir spekingar sem að ráðlögðu þeim að hætta þessu basli og snúa sér að einhverju arðbærara. Og þeir hlýddu þessu kalli og hættu að framleiða matvæli í sama mæli og áður. Síðan gerði þurrkatíð og leið og þeir voru hættir að framleiða vöruna sjálfir, þá hækkaði verðið allt í einu. Og menn hafa nú verið að dásama það hér á Íslandi að geta gengið að erlendu nautakjöti á góðu verði. Það er að vísu keypt á góðu verði en skila sér ekki alveg alla leið til neytenda. Ég er hins vegar alveg sannfærður það að ef að þessi innflutningur verður til þess, og það getur vel orðið til þess að skaða hér nautakjötsframleiðslu og kúabúskap á Íslandi, þá er ég nánast viss það að leið og það er búið að gerast, þá hækka verðin. Þá hækka verðin sem okkur eru boðin og það er nákvæmlega það sem gerðist í löndunum sunnan Sahara, að leið og þeir voru hættir að framleiða mat sem dugði fyrir þá, að þá hækkuðu nágrannarnir verðin og hungurvofan lét á sér kræla þar. Það myndi náttúrulega ekki gerast hér, en það er næsta víst að við gætum verið ofurselt því og erum náttúrulega þegar orðin það að hluta því að það er verið að flytja hér inn bæði svín og naut frá þeim svæðum í Evrópu þar sem mesta sýklalyfjagjöf til dæmis þannig að vissulega erum við í hættu við þetta og við heyrum það bara líka á fulltrúum þessara framleiðenda, bæði kúabænda og svínabænda til dæmis, að þeir eru uggandi sér hag. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það er svolítið lýsandi fyrir þessa hættu að mér skilist að umframframleiðsla eins dansks mjólkurbús, eins dansks mjólkurframleiðanda sem fer stundum fram á sér í framleiðslunni eins og gengur, umframframleiðsla þessa eina mjólkurbús í Danmörku gæti dekkað markaðinn á Íslandi. Þess að þeir gætu tæknilega séð ef allt væri hér opið
hrúgað umframframleiðslu sinni eitt árið, eitt misserið inn á íslenska markaðinn, rústað framleiðslugetu okkar og markaðnum og eftir stæði jafnvel rjúkandi rúst. Svo færi þeir eitthvað annað eða hækkuðu verðið eins og hv. þingmaður benti á. Hlýtur þetta ekki að valda okkur áhyggjum, sérstaklega í ljósi þess sem við höfum séð til þessar ríkisstjórnar í landbúnaðarmálum og málefnum matvælaframleiðslu á Íslandi? Ef að hv. þingmaður hefur kynnt sér ályktanir Sjálfstæðisflokksins eftir nýafstaðið landsfund þess flokks, þá hlýtur honum að hafa brugðið eins og mér. Því þar var megináherslan lögð á samdrátt. Hvað varðar Framsóknarflokkinn þá held ég reyndar að hann hafi ekkert ályktað á sínum flokksþingi landbúnaðarmál, enda fór flokkurinn ekki með landbúnaðarráðuneytið og kunni þess vegna ekki við að vera ályktaðan málaflokk sem heyrði undir ráðherra Sjálfstæðisflokksins. En hvað það? Við sjáum bara stefnu þessari ríkisstjórnar og gjörðum hennar að hún, ólíkt því sem einhverjir kannski voru að vonast til, virðist ekki vera reiðubúin til þess að verja íslenska matvælaframleiðslu, þvert á móti leggur hér fram fjármálaáætlun þar sem að gert ráð fyrir viðvarandi niðurskurði í stuðningi við landbúnað á Íslandi, með öðrum orðum, viðvarandi lækkun á kjörum bænda og þar af leiðandi smátt og smátt verði dregið úr eða staða íslensk landbúnaðar veikt og við þá væntanlega enn opnari fyrir þessum þrýstingi sem er vissulega til staðar að utan. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, svo mikið er víst að ég las eða heyrði einhvers staðar fyrir nokkru síðan að ég held að sé næststærsta eða þriðja stærsta mjólkurbú Danaveldis sem að risinn Arla sem er með framleiðslu í öllum held ég skandinavísku löndunum, allavega bæði Svíþjóð, Noregi og Danmörku. Þetta fyrirtæki er með, ef ég man rétt, og lifir þarna í skjóli af risanum, þó að þarna séu ekki samkeppnislög í gangi yfir þessa framleiðslu frekar en hér, að þetta 3% fyrirtæki í Danmörku er heldur stærra en MS er hér. Þannig að þetta 3% fyrirtæki í Danmörku gæti sem best ef að það fengi tækifæri til mettað markaðinn hérna verulega og að öllu leyti ef út í það væri farið. En auðvitað er það sérstakt áhyggjuefni þar sem að hv. þingmaður bendir á það sem að framkemur í fjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar að það virðist eiga að festa sauðfjárbændur í einhverjum viðvarandi fátæktarklafa og það er hins vegar náttúrulega í sjálfu sér mjög öfugsnúið að sú framleiðsla á Íslandi sem er einna, hvað ég að segja, hún er einstök og hún er einstök að gæðum og hún er í sjálfu sér einstök í veröldinni hvað bragðvarðar og slíkt að það er náttúrulega meiri háttar markaðsleg mistök að geta ekki gert úr þessu vöru til útflutnings og sá sem hér stendur hefur nú í hyggju að kanna hvað varðum þessa 29,3% lækkun sem sauðfjárbændur urðu fyrir í núna síðastliðið haust vegna þess að ég sé ekki að sú lækkun hafi allavega komið alla leið á diskinn minn þannig að ég kem til með að kanna það hvað varðum þessa tæpa þriðjungslækkun sem að bændum var boðið upp á og á núna að festa viðvarandi að því að virðist í einhverju fátæktargildru. Andsvörum er lokið. Umræðum 13. dagskrármáli verður nú frestað og málið tekið út á dagskrá. Sömuleiðis eru tekin út á dagskrá 14. til og með 24. dagskrármálið. Útbýtt á fundinum. Þingskjali 949 brottfall laga lífeyrissjóð bænda breytingartillaga frá Helga Hrafni Gunnarssyni. Fleira liggur þó ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum er slitið.